Já, komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Mánudaginn 12. ágúst 2024. Sumarið sem aldrei kom, segja sumir. En hér mun gæta margvíslegra grasa næstu klukkustundir. Það eru 5 efnisliðir á dagskrá. Áður en við höldum lengra þá ætla ég að kynna fyrir ykkur Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur. Sæl og blessuð Steinunni Ólínu. Halló Björn. Hvernig hefur það? Bara mjög gott, gaman að vera með þér hérna í dag. Sömuleiðis. Helgin góð? Rosalega fín sko. Mér fannst nú reyndar ekkert að veðri sko. Ég nenni ekki að tala veðrið, bara veðrið inn í manni. Já. Ég fór í göngu báða dagana og bara átti góða dag og náða tan í lauginni. Stunda þá atvinnu sem ég finnst skemmtilegust að tana. En maður sér það á þér líka. Já, takk. Ég reyni að vinna vel. Þessi vinna hefur borgað sig. Já, ég nefnilega hef tröll að trúa því að sólin sé orkugjafi, ekki bara fyrir gróðurjarðar heldur líka fyrir okkur, manneskjurnar. Og ég náttúrulega samsæriskenningamanneskja, þannig að ég trú ekki á sólarvörn heldur. Hef aldrei notað sólarvörn. Mjög gott. Og tek D-vitamíni bara straight beint í æð. Já, nákvæmlega. Heyrðu, sumir segja líka að Ríkisútvarpið sé orkugjafi. Já. Og að Ríkisútvarpinu hafi ekki verið sinnt sem skildi. Já, þetta svolítið, það var náttúrulega alltaf hlustað á Ríkisútvarpið á mínu heimili. Það var bara í gangi og frá því að maður vaknaði á morgnana og þegar maður kom heim úr skólanum þá var það í gangi inn í eldhúsi og svo alltaf hlust á kvöldfréttirnar og svona. Já. Ég hætt að hafa RÚV í gangi. Þegar ég var yngri þá hlustaði ég svona einhvern veginn á skyldureknu eða bara gömlum vana. Ég var alin upp við það að hafa útvarpið í gangi en mín börn hafa ekki alist upp við það að hlusta á Ríkisútvarpið til dæmis. Nei, og þú afþakkar nú orðið þjónustu RÚV? Ég held að það séu margir mánuðir síðan ég hlustaði á fréttir á RÚV til dæmis Já, við ætlum að fá Guðna Tómasson sem menningarritstjóri Ríkisútvarpsins og ræða stöðu stofnunarinnar, sérstöðu og hvað gæti farið betur. Þetta hluti af svona þema Gunnar Smára Egilssonar sem hann hóf hér í vor fyrir sumarfrí að hann hefur verið að kalla margt gott fólk að borðinu til þess að fjalla stöðu Ríkisútvarpsins og þátturinn í kvöld hjá okkur hann endar á þessu. Við ætlum líka að fjalla einmannaleika. Hún Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, hjúkrunarfræðingur og fræðikona, hún ætlar að segja okkur frá því hvernig einmannaleiki getur drepið fólk og svipta lífsgæðum. Þá verður hér einnig fréttir af Gaza. Já, Magga-Stína verður með Radio Gaza. Akkurat, Radio Gaza. En við hefjum leik á ungu fólki. Já. Og við vorum nú að grínast með það við Björn hérna áðan að þessi þáttur ætti að heita Ungir hafa orðið. Já. Það var nefnilega þáttur í Ríkisútvarpinu í Galdar sem hét Aldnir hafa orðið. Og Ungir hafa orðið, það kannski dálítið mikilvægt. Það mikið fjallað ungt fólk og líðan ungs fólks og vanlíðan ungs fólks í íslensku samfélagi og ég svona stakk upp á því við Björn að því að við erum svo heppin að vera með 3 unga gesti í þessum þætti að í staðan fyrir að við förum að segja ykkur hvað ykkur líður illa og hvað allt hræðilegt að við svona kannski spurjum kannski frekar fáum þetta beint frá skepnunni og yngsti gesturinn okkar Sóley Gunnarsdóttir fiðluleikari með meiru og í tónlistarstjórnarnámi, ætlar að verða tónlistarstjóri og ég ætla að fá að segja aldur gestan okkar vegna þess að ég held að skipti pínu máli og ég meina við Björn getum líka alveg sagt hvað við erum orðin ógeðslega gömul en Sóley 17 ára og mér á vinstri hönd Karl Héðinn formaður ungra sósíalista hann 29 ára og alla leið frá Sauðárkróki, þó hann sé náttúrulega búi í Reykjavík, Gunnar Ásgrímsson, 24 ára. Já. Og velkomin öll sömul. Takk alveg, takk. Og þú Gunnar, þú ritari Landssambands ungmennafélaga og kennaranemi. Kennaranemi og formaður Sambands ungra framsóknarmanna. En þú Kalli, þú líka í einhverju vinnu?
Ég stuðningsfulltrúi, já, og svo vinn ég hérna sem svona umsjónarmaður húsnæðisins á Vorstjörnunni og sem fjölmiðlamaður á Samstöðinni sem reynda bara sjálfboðavinna líka. Og hvað Vorstjarnan fyrir þá sem ekki vita? Það styrktarsjóður fyrir fólk í hagsmunabaráttu sem að borgarfulltrúar okkar í Sósíalistaflokknum borga inn 10% af launum sínum og við notum þá peninga til þess að fjármagna mótmæli og svona félagsvirkni undir okkar að hópa sem að heyja baráttu. Já. Það bara það. Mér langar svolítið þetta að sé á svona svolítið, hvað ég að segja, svona heimsbyggilegum nótum. Og það eru stanslausar fréttir það að ungu fólki líði ekki vel, að samfélagið okkar sé kannski ekki auðvelt fyrir ungt fólk og það sé ýmislegt sem að mætti betur fara í okkar samfélagi en á þess að ég sé að spyrja ykkur persónlega og kannski Sóley, kannski fólk á þínum aldri, hvernig upplifir þú það að til dæmis þínir vinir og fólk í þínu umhverfi hérna heima hvernig upplifir þú þetta með líðan ungs fólks og kannski þá í hverju felst vanlíðunin ef hún fyrir hendi? Já, þetta svona frekar stór spurning. Ég veit, en það ekki rétt eða rangt. Ég bara hugsa svona bara hver tilfinningin þín? Já, mín mjög mikið svona, það sem svona minn aldurshópur bara við krakkarnir tölum og sérstaklega vanlíðan skólakerfið. Já. Okkur finnst það alveg hryllilegt og í hverju felst það? Það þá einhvern veginn takmarkað? Það bara hvernig til dæmis skólarnir taka á einelti eða eitthvað svona bara hvaða það svo mikið að því og hvað skólarnir taka, ég veit ekki hvort þetta sé þeir að hunsa þetta eða þori ekki að taka ábyrgð eða sýna hvað þeir standi sig illa eða bara okkur finnst það svona mætti taka betur á þessu svona eitthvað ráðaleysi þá í það hvernig mjög mikið, já. En með skólana sjálfa, en eins og í sambandi við námið og svona, eru þið eitthvað að spá í það? Af því við erum nú með kennaranema hérna við liðinaður, mér langaði þess að, eru þið eitthvað að ræða það sjálft námið? Já, sko, alveg dálítið. Ég farið örugglega í alla skóla Reykjavíkur held ég og það mjög mismunandi eftir skólum, sko, hvar manni líður best og þótt að félagslífið sé ekki svo gott, þá sko námið og kennslan alveg upp á 10 og það fer bara svo eftir, en ég man alveg að mér leið betur annars staðar en sko í öðrum skólum. En að því þú nefnir þetta með svona kannski ráðaleysi að skólarnir sé ekki að taka nógu vel á málunum, finnst þér þá vera eins og það sé það ekki alltaf eins tekið á málunum eða hvað það sem ekki nógu vel gert? Mér finnst að skólarnir mætti hlusta betur á krakkana. Mér finnst alltaf eins og að skólarnir hunsi krakkana því þetta eru krakkar. Já. Ekki að því þetta eru einhverju vísindamenn sem hafa tekið rannsóknir og sjá hvernig staðan á vanlíða börnum. Í staðinn fyrir bara að heyra frá krakkunum sjálfum. Af hverju líður ykkur illa og þá færðu bara svarið í staðinn fyrir að sitja í einhverja greiningu eða sitja bekkin í einhverja könnun eða eitthvað svona, bara svona skil það ekki alveg. Þannig að oft hafi nemendur ýmislegt til málin að leggja sem geti kannski aðstoðað þetta fullorðna fólk sem að kenna við að leysa úr málum en það þá kannski ekki, þið finnst ekki nægilega eða ykkur finnst ekki nægilega hlustað á ykkar tillögur. Já, algjörlega. En hvaða krakkar lenda í einelti? Ég sé það alveg frá fyrst upp í 10. bekk, sko, þetta bara á svo rosalega stórum fjölda í grunnskólum sérstaklega. Ég hef líka setið í menntaskóla núna og mér finnst það bara svo sorglegt að þetta geti haldið áfram svona rosalega lengi og ég bara skil ekki af hverju það ekki hægt, það auðvitað hægt að taka á þessu, ég skil ekki af hverju þetta tekur svona langan tíma. En ég meina það væri hægt að laga þetta á nokkrum mánuðum, sko, bara ef það væri hægt að byggja upp einhvern veginn skólakerfið þannig að það myndi virka rétt fyrir nemendur og aðlagast þessu fólki sem þarf til dæmis auka aðstoð eða eitthvað svona. Það bara, þetta geti gert heilan helling fyrir fullt af krökkum og fullt af fólki bara.
Karl, þú ert í kennaranámi. Já, kennaranámi. Ekki Karl. Nei. Nei, fyrirgeðu. Og er Karl. Já, en þú ert Karl. Hann samt Karl. Ég Karl, það rétt. Fyrirgeðu mér. Segðu mér, hvernig ykkur kennt að nálgast þetta í kennslufræðunum? Sko, það mjög góð spurning. Það kannski að vissu leyti eitthvað sem hefur fundist vanta. Af því að það margt gott við kennaranámið, en margt sem að manni finnst vanta. Ég var nú að vinna sem stuðningsfulltrúi í vetur og þá fekk maður aðeins praktíkina sem að vantaði inn í skólan og ég held að það sé alveg must sko að fá bæði verandi kennaranemi að fara í praktíkina ekki bara í vettvangsnám heldur líka bara að vinna sem stuðningsfulltrúi og þar kannski fær maður meiri svona innsýn inn í þetta að þetta ekki allt fullkomna kennsluáætlanir og sko nú á ég eftir masterinn og Nei, þetta nefnilega manneskjur sem í skólum. Já, það einmitt sko. Þú getur planað eins mikið og vilt í, upp í háskóla og verður með alls konar tímaplön en svo einhvern veginn fer allt í fjandans á fyrstu 3 mínútunum. En mér hefur allan sem komið finnst vanta þetta sko hvernig á maður að taka, sko hvernig á maður að vinna með þessari mannesku sem nemandinn og þetta samfélag. En nú spennandi áfangar hjá mér núna í masternum, þannig að vonandi kemur þetta eitthvað aðeins meira inn þar. En svona, hvernig hugsað, í kennaranáminu, nú ég bara að reyna að hugsa þetta svona pínu afstætt, hvernig hugsið þið nemendurnar? Ykkur uppálagt að hlusta á tillögur þeirra, að taka tillit til þeirra skoðana, getur hugsanlega verið að ýmislegt mega börnum læra? Mjög góð spurning sko, ég þó nú ekki að fullera neitt en búin að var í svo fáum áfengum núna síðasta vetur og ég gleymir öllu jafnóðum hvernig þetta var fyrir 3 ára með eitthvað sko en ég held að það hefði alveg mátt vant aldrei meira það sko, hvernig maður á að hvað maður getur lært af börnunum. Maður kannski aðeins mikið að fókusa hvað maður getur kennt þeim án þess að pæla sko hvað þau kenna okkur. Já, nákvæmlega. Ég velti fyrir mér með einelti þegar ég var í Gaggo og það var töluvert einelti og það sem einkenndi svolítið skóla yfirvöld en líka því miður svona foreldrasamfélagið var töluvert bara meðvirkni með oft eineltis seggjum sko. Og ég veit ekki hvernig þetta núna en ég held að þetta sé orðið kannski aðeins betra, það aðeins meiri meðvitund og svona. Af því þar held ég að þú þurfir svona bara félagslega social policing heitir það á ensku það kallað sko þar sem að samfélagið svona sameiginlega að reyna að fyrirbyggja einelti og ofbeldi og reyna svona að rækta saman upp jákvæð tengsl og svona þá þarf allir einhvern veginn að taka ábyrgð á því í Gaggo þar sem ég var þar voru kannski foreldrar einelti seggja sem voru bara svona hátt sett og vel metin í samfélaginu sko og þá voru kannski kennarar og aðrir foreldrar ekkert tilbúinir til þess að grípa inn í eins og þyrfti að gera. En Sóley, að hve miklu leyti þetta einelti sem þú ræðir net einelti? Það mjög mikið, get ég sagt, sko. Ég hef sjálf lent í einhverju, sko, en það bara svona meira fordómar frekar en einelti, myndi ég segja, en sko, þetta svona stöðugt, þetta bara stöðugt, af því að ég geti sagt að neteinelti allt öðruvísi vegna þess að þá ertu fyrir aftan skjá og þá svo erfitt að greina hver þú ert. Þannig það ekki hægt að taka á þessu 1, 2 og 3 sko. En það ógeðslegt að sjá þetta og maður getur bara, maður rekst á þetta hvar sem hvort þetta sé sko á Snapchat eða Facebook, ég bara veit ekki hvað en þetta allstaðar og ég skil ekki ennþá af hverju krakkar, af því að það til dæmis ekki hægt að taka þetta niður þótt að þú sett einstaklingurinn sem að settir þetta upp, þetta svo flókið, þetta neteinelti, en bara hversu sorglegt þetta að hversu illa krökkum líður inn í sér að þurfa að koma sér svona út. Mér finnst það alveg rosalega, mér finnst það svo leiðilegt. En það líka erfitt fyrir mann á mínum aldri að skilja þetta því að lengst af það voru ekki til enn samfélagsmiðlar og það var ekkert internet til. Ég hef upplifað fleiri ár á minni ævi án internetsins og án samfélagsmiðla heldur en árin þar sem internetið hefur verið komið til sögunar og samfélagsmiðlarnir. Ef þú reynir svona aðeins að sko hjálpa okkur að skilja þetta, hvað það sko þetta neteinelti óttinn af því þú talar að það sé svona áskorun, það sé pínulítið erfitt að vera ungur í dag. Sko, óttinn við að það sé sagt eitthvað slæmt
allt þig á internetinu og þess vegna þurfur að vakta þessar síður og þessi forrit, það stór hluti af þessari vanlíðan? Ég get alveg trúa því, já, sérstaklega kvíði. Já, öryggisleysið. Já, ég get alveg trúa því að sko, ef ég færi í Kringluna með einhverju vinkonu og ég myndi lenda í einhverju svona samtaliða sem væri einhver svona lega að sagja eitthvað svona, svo bókstaflega korter í seinni hún komin, ég veit ekki hvert. Og þetta bara, ég hef lent í einu sinni og þetta alveg fáránlegt því að þá fær maður sko símtöl, ég fekk símtöl úr Breiðholtinu frá ég veit ekki hverjum og ég veit ekkert hvernig númerið mitt komst þangað. En þá var einhver sem hafði heyrt einhverja sögu sem ég vissi ekkert að væri í gangi. En þá hefur hún bara eins og eldur, bara breiðst út á samfélagsmiðlum. Og þetta alveg fáránlegt því að þá maður í stöðum kvíða, eða með stöðan kvíða og í ótta skilur að eitthvað sé sagt mann, sko, sem maður veit ekki einu sinni af. Þannig að þegar við fullorðna fólki erum að skamma börnin okkar fyrir að, ég var á Þingvöllum með 2 yngstu börnunum mínum í gær og svo voru það að taka upp hérna símana sína við Drekkingarhyl. Mér fannst það óvirðing við augnablikið. Getum við ekki verið hér við Drekkingarhyl og farið yfir sögu kvenna, íslenskra kvenna sem var drekkt af því að kallar nauðguðu þeim. Getum við ekki hérna rætt það eins og þessi verið að taka upp síman, en þá þau kannski bara að tékka á því hvort það sé allt í lagi með internetið, hvort einhver að hamast í þeim og búlíast. Það ekki? Jú, þetta svona samt svona típist fullorðið fólk, þið eigið að bera virðingu fyrir þessu og hinu og þið eigið að vera meðvituð hitt og þetta, sko. Ég er gamall kall. En þetta alveg nýtt það sem þú ert með svona, félagslegum samskiptum og í ykkur samfélagi á netinu, alltaf stöðut og einmitt þarf kannski að tjekka, þú vilt ekki vera að missa af, þetta orðið töluvert öðruvísi. Þetta ekki fundamental breyting í samfélaginu, alveg? Þetta ekki bara pínu svona stigmögnun á fattaru, hefur við ekki alltaf verið svona, bara núna erum við allt inni með tæki sem að saminar okkur alltaf stanslaust. 24/7, sko. Já, ég held að sko ef að síminn hefði verið til 1900 þá hefði fattaru. Já, en sko, svo velti maður því fyrir sér sko með þá sem eru gerendur í svona, það svona eins og það sé verið að æfa ílskuna í sér sko, af því ef við ímyndum okkur að við búum öll yfir alls konar eiginleikum, ef við verðum óskaplega hrædd, þá getum við tekið til varna og við getum orðið grimm við einhverja aðstæður og svo framvegis, en þarna eins og í svona skjólingu sem öryggi sé samt verið að svona þenja ákveðna liti í mannsálinni í svona einhverju földu öryggi og ég held ofta að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvers konar áhrif það hefur á annað fólk, skilur. Það bara svona í einhverjum, þú veist, það að æfa einhverja vöðva sem það ætti betur að sleppa að æfa, það væri betur að æfa aðra sko sálarvöðva heldur en þessa. En eru svo kannski bara búin að gleyma því og vita ekkert hvað þeir hafa skilið eftir út í samfélaginu. Já, þetta miður og kannski nýtt fyrirbrigði með þar sem þú getur verið að áreita fólk og segja alls konar hluti beint og stöðugt án þess að setja sjá framan í þig. Þú veist, áður kannski var þetta að teikna einhverja myndir á veggi og svona og gera grína einhverjum, sko. Já, hí og þennan. Já, en núna getur við gert það beint og stöðugt og svona verið meira sæði samskiptum við fólk á neikvæðum nótum. En svona burt sér frá, við skulum segja, þessu einelti og neteldi, hvernig upplifðu þið skólana og skólakerfið? Sko, það ekkert mjög langt síðan að þú laugst grunnskóla og menntaskóla. Ekkert svo, háskólanám fyrir 3 árum eða eitthvað? Og háskólanám, já. Og þú ert í kennaranámi, mastersnámi og eru skólarnir að fylgja tímunum á ykkar mati? Hvað finnst þér? Ég held að sé erfitt að vera einhvern veginn alltaf á undan kurfunni eða þannig sko, en sko viljin 100% fyrir hendi og ég held að starfsfólk, sérstaklega grunnskóla og bara allra menntastofnana, þetta allt gott fólk sem að vill gera það besta sem það getur fyrir nemendur, en það stundum bara erfitt og stundum maður bara ekki einmitt keeping up with the times sem maður fær nú í smá slettur já, ég held að það sé erfitt. Hröð þróun í gangi. Já, og alltaf hraðari. Nú eru þið hérna 2 strákar og mér og hvora hönd. Hvað þetta með lestrakennsluna og drengin okkar? Ég veit það ekki, hreinlega. En bara er ekki símanir, þú veist, það nennir enginn að lesa. Þú fær svo mikið út úr símanum, bjartir litir, þú veist, mikið dópamin og svo framvegis.
mjög svona ertandi, þú veist, á móti bókum sem eru hægar, þú veist, og Já, en nú fer lestrarkennsla fram í skólanum eða á heimilum. Hvað eru skólarnir til dæmis að gera öðruvísi heldur en þeir gerðu áður í lestrarkennslunni? Sko það er spurning sko hvort þeir séu ekki gera eitthvað öðruvísi og það sé rangt. En ég held að sé sko, sérstaklega þegar kemur að lestri, þá er sko tíminn heima við sem skiptir mjög miklu máli. Og ég held að það skipti mestum sköpum hvort að barn og nemandi hafi tækifæri heima við til þess að æfa sig í lestri. Og það er ekkert bara vondir foreldrar sem láta ekki börnin lesa fyrir sig. Það getur verið foreldrar sem hafi ekki tækifæri á því af því að þau eru í 2-3 vinnum eða eitthvað sko. Það getur verið ýmsar ástæður en ég held að það sé allavega frekar stór partur og á þess að vera eitthvað að vera að skjóta á einhver alla foreldra, þetta er allt foreldrum að kenna. Þetta er komið svona úr mennta pínu heiminum sko. En þetta er það foreldrum að kenna ef ungu fólki líður ekki nógu vel og ef menntun ungra barna er að bregðast þá er það bara foreldrum að kenna, það er ekki börnunum að kenna. Og maður heyrir alltaf, agavandamál. Í svona alþjóðlegum könnunum þá höfum við verið með sko svona frekar ofarlega þar sem kemur ánægju nemenda með skólan. Þeim líður að jafnaði vel í skólum þó að séu þetta einelti og alltaf verið að tækla það. Og svo við séum kannski að fá eitthvað lélegar enganir í PISA, þá erum við að standa okkur mikið betur en aðrir þegar kemur að því að börnum líði vel í skólanum. En við fáum líka oft gagnrýna sko, en það mætti vera oftar þögn í tíma svo ég geti unnið. Af því að það er pínu ægin sko. Og það er spurning hvort að sko, eiga kennarar að vera alveg börnin og vera með strangan aga eða er þetta kannski eitthvað heima við, þetta er auðvitað allt samspil sko. Ég ætla að gera smá játningu hérna sko. Næst síðasta barnið mitt sem fæddist 2010 það slapp ekki við snjallsímabyltinguna og það er eina barnið af þeim 5 sem ég vegnast sem við foreldrarnir áttum ekki þessar stundir með á kvöldin að búa til afþreyingar stundar sem við lesum fyrir stelpuna sko, úr bókum, ævintýri, ræðum fegur lífsins, dygðir, allt það, tökum ekki sérstaklega frá tíma, við mistum að þessu, hún mista þessu og við erum með samviskubit. En þegar maður man tíman að tvenna, maður man það þegar maður kendi barninu sínu að lesa, kannski löngu áður en skólakerfið tók við því, eins og mjög margir foreldrar hafa alltaf gert og það var til þessi nánd og þessi samverustund sem núna er mörguleiti horfin, þá hlýtur það að koma mjög mikið niður á læsi í grunnskólanum. Er það ekki? Er það ekki bara, ég held að þetta hljóti að bara eitt af mörgu? Þetta er eitt allavega held ég sko eitt púsluspill í þessu. Er það ekki? Eitt af mörgu? Ég man vel þegar ég var barn þá las mamma fyrir mig og bræður mína Hringadróttin sögu og okkur þótti það mjög skemmtilegt og svo var haldið að okkur sirpum og Andri Sandar sirpum og svona og ég hef verið mikill lestrarhestur í gegnum tíðina en samt verði ég að viðurkenna fyrir svona 4 árum og þá hætti ég bara alfarið að lesa bækur í texta nema háskólinn sé að neyða mig til þess ég hlusta einungis á bækur í dag og ég held að þetta sé bara eitthvað sem er að breytast Ansið rætt. Já, og það er bara erfitt að halda sig við texta þegar maður er vanur sko, þú veist, skrollinu á símanum og geta hlusta á hlaðvörp og bækur á meðan maður er að gera eitthvað annað svona eins og allir sé að fá smá ADHD. En rosalega er þetta áhugavert þema að þegar þú ert fyrst spurð hvernig ungu fólki líði þá fer að tala einelti og þú fer að tala neteinelti og snjallmiðlana og þegar þú ert spurður læsi þá byrjar þú strax að tala þessa tæknibreytingu. Að hve miklu leyti eru ógöngur ungra Íslendinga afleiðing af því að við leyfðum tækninni einhvern veginn hömlulaust að skella, að ríða yfir íslenskt samfélag eins og flóðbylgja og það þótti ekki flott að vera foreldrið sem sagði nei, þú fær bara 15 mínútur á dag. Þau voru til þau foreldri en þau voru ekki cool. Við héldum bara af því við erum svo vön þessum að tæknibreytingar gera alltaf samfélagið betra og betra. Við héldum bara að það væri okkar að bara segja ok og svo eru börnin komið með sína eigin síma niður í 4, 5, 6 ára gömulu þegar ekki og jafnvel snjall síma og við erum bara í skrúinu með þetta allt saman. Heyrðu, ég ætla aðeins að
varpa einu upp hérna. Einhverjum gleðilegum? Nei, ég veit það ekki sko, en kannski þessi myndmálslestur sem núna að dálítið tröllriður heiminum, þú veist, stuttir myndbútar, meira myndmál, minni texti, kannski þetta bara ný tegund af lestri. Og ég held að til dæmis að margt ungt fólk taki inn orðið upplýsingar allt öðruvísi heldur en við sem lærðum bara bókina og við skulum heldur ekki gleyma því að það sem stendur í bókum mjög svona, það curated ef það eitthvað til íslenskt orðið við það. Það valið inn, það búið að ritstýra því, það búið að skera það niður, það búið að takmarka það einhverju leyti. Þetta kannski frjálsari heimur sem þau eru í, óritskoðari, opnari og þetta kannski bara mannkynið að þróast meira inn í myndlestur heldur en í að bara trúa öllu því sem stendur í bókum og þetta kannski bara eitthvað sem við þurfum að vinna með frekar en að líta bara á það sem ógnun og þess vegna velti ég fyrir mér þurfa skólarnir hugsanlega einhvern veginn að koma til móts við þetta. Vegna þess að við vitum það að það á ekki fyrir öllum að liggja að sitja við hið þrönga form sem bók, jafnvel láta bókin hafi einhvern tímann verið okkur allt, þá búum við bara í öðruvísi heimi og þá þurfum við kannski með þessum myndlestri að byrja að einhvern veginn að miðla efni betur áfram og við sjáum til dæmis sko krakkar sem horfa mikið á bíómyndir og TikTok og allt þetta sko, ég fór að hugsa daginn því að sko tíminn bara það magn sem framleitt á hverjum degi í veröldinni það gerir það eiginlega verkum að tíminn virðist líða miklu hraðar heldur en þegar við vorum miklu hægur, það kom út ein bók og svo bara leið langan tíma svo kom út önnur bók skilur, nú bara framleiðslan svo ör og það virðist vera einhvern veginn svona takturinn í jörðinni, bara einhvern veginn stanslaus endurnýjun og dálítil kaos. Kannski bara unga kynslóðin, mun hún einhvern veginn ná bara til sín efnin og allt annan hátt heldur en við gamla fólkið sem að einhvern veginn svona föst á bókinni, ég veit það ekki. Sem væri allt í lagi, sko. Og kannski þetta ekkert svona slæmt, kannski unga kynslóðin í þessum hraða og þessu augnablikstóti, kannski þetta ekkert bara búið til eitthvað ADHD og friðleysi, kannski þau bara fljótar að safna heldur en við. Það væri allt í lagi ef það virtist ekki sko kalla fram aukna vanlíðan. Já, en það ekki bara vegna að skólakerfið þolir ekki þennan hraða. Það ræður ekki við það. Það verður að njörfaðu niður við bókina, við borð, ég veit ekki. Það eitthvað í samspili menningar og tæknibreytingar sem ekki að ganga upp. Erum við ekki öll sammála það? Jú. Vissuleyti, jú. Og þetta ekki plönuð þróun, það kannski líka mál og þá náttúrulega koma hlutir sem kannski jákvæðir á vissuleyti en það eru neikvæðar afleiðingar líka og þá þurfum við að skoða það og reyna að bregðast einhvern veginn við. Já, en þá af því að þið eru svo heppin að þið eru hérna með manni sem 60 og ólst upp í litlum sveitaskóla. Heppin í þeim skilningi að ég get sagt ykkur sögur úr fortíðinni. Aldnir hafa orðið. Nú hafa aldnir orðið. Deilum því. Ef einhver var lesblindur þegar ég var barn í Skútustaðaskóla í Mývatnssveit, þá átti sá bara, hann gat átt von á miklu ofbeldi frá kennurum. Það var engin skilningur á því að það væri til eitthvað sem ég heiti lesblinda. Sá sem ekki gat leyst stærðfræðidæmi í menntaskólanum á Akureyri í upphafi 9. áratugarins, hann var rekinn burt frá töflunni, kallaður hortugur og jafnvel vísað út úr tíma. Og þetta af því að við erum að tala um áskoranir í samtímanum, áskoranir ungra. Nú langar mig til að vera þið. Nú segi ég það miklu betra að vera ungur Íslendingur í dag heldur en það var maður féll á milli skips og bryggju vegna lesblindu eða einhver slíks í fortíðinni. Já, vissulega. Þú tekur undir það, ekki? Já, vissulega. Og þá langar mig til þess að spyrja ykkur, hvað svona, ég veit að þið hafið ekki verið þið hafið ekki lifað á árum áður, þið hafið enga samanburð. Þið eru með eitthvað eina líf eins og ég með mitt eina líf. En hvað finnst ykkur hafa tekist best í menntakerfinu og bara því að vera ungur Íslendingur? Það aukin einstaklingshyggja, það alls konar breytingar sem hafa orðið. Hvað frábærast við að vera ungur Íslendingur í dag? Mér finnst náttúrulega alveg dásamlegt tækninýjungunar hvað það varðar sko að geta einmitt eins og þú varst að nefna Steinuna, ná í allar upplýsingar eiginlega heimsins liggja bara fyrir framæg í símanum. Og þú getur, fundið hvað sem eiginlega
hvað sem sko. Og ein dæmisaga sem dettur í hug úr bók sem ég las einhvern tímann einmitt Abraham Lincoln, að þegar hann var ungur og byrjaði að lesa og var mikill lestrarhestur og þyrsti í þekkingu sko. Og þar sem hann bjó, og þar voru bara 5 til 10 bækur sem hann var búinn að lesa í gegn mörgu sinnum, og svo beið hann spenntur eftir því að það kom ný bók úr póstinum og fór að hljópa móti póstmanninum, þú veist, og tekur bókina og fær loksins að lesa hana, en við erum með allar þessar upplýsingar fyrir framan okkur og getum nálgast þær ef við höldum fókus, og hljóðbækurnar eru gríðarlega góðar með þetta að gera, sérstaklega maður er kannski á erfitt með athygli og getur verið í göngutúr á meðan, að það hjálpa mörgum. Heyrðu, þið eru báðir í takið þátt í pólitísku starfi og kannski bara fyrst að spyrja þig, hvers vegna hvernig fékkst þú áhuga á pólitík? Var þetta innræting heiman frá eða var þetta sjálfsprotti, var eitthvað í samfélaginu sem það fannst kalla á það að þið langaði að láta til þín taka, hvaðan kemur þetta hjá þér? Sko, það er mikið pólitík í fjölskyldunni, svona mikill áhugi á því að láta gott að sér leiða og foreldrar mínir hafa bæði verið mjög virk í alls konar félagsstarfi og þau voru samt ekki að ýta mann í einhver sérstaka átt. En það maður sér þetta þegar maður er barn og elst því að þetta er bara eðlilegt. Maður er á þriðjudagskvöldum, þá er alltaf bridge-klúbburinn eða þá er Bridge-klúbburinn? Já, þetta er ekki ég pabbi, en ég fæ ekki halda áfram arfleiðinni með það, en eða Lions-klúbburinn eða sko eitthvað, það er alltaf eitthvað félagsstarf og í mínum huga er pólitískt starf náttúrulega fyrst og fremst félagsstarf. Þú ert að reyna að láta eitthvað gott að leiða, kynnast fólki, hafa líka gaman og svona eðlilegast foreldrar mínir bæði í Framsókn, svona auðveldast að fara þar inn, en ég var líka alltaf með þetta, ok, ef ég fíla mikið þá fer ég eitthvað annað. Já, og þú hugsar það alveg að þú hafi fullt frelsi til þess að skiptum flokkur svo bæri undir eða... Og ef eitthvað voru þið hissa þegar ég byrjaði að vera, sína áhuga á pólitík og bara, já, ok, þú elskar minn, þú ert ekkert að vera þessu og ég bara, jú, þarna er ég að fíla mig, sko. Já, en hvað með þig, Karl? Margt sko sem spilar inn í, en fjölskylda mín meðal annars fór frekar illa út úr hruninu, voru með ein af þeim fjölskyldum sem misti húsið án saka sko, þú veist að pabbi minn var sjómaður í langan tíma, hafði lent í hryllilegu slysi sem að gera hann óvinnufæran og þá var hann byrjað að vinna sem ófaglærður málari, loksins kom með fyrirtæki sem að stofnaði sjálfur og hann og móður mín búin að safna fyrir útborgunni íbúð sem þau sett inn og allt komið í gang og þá kemur hrunið og húsið fer og svona, þetta markað mig svolítið, hefur áhrif á mig mikil sko, en svo bara gegnum lífið að kynna mér málin og skoða hvernig heimurinn er og sjá hvaða vegferðið erum á og hvaða möguleikar eru til staðar og þarna í hruninu eru 10.000 fjölskyldur sem að missa húsið án þess að þau beri beina ábyrgð á því, þú veist þannig sko, getur deilt þetta en já, ég sé það þannig og þetta er kannski svona dæmisaga líka stærra samhengið í heiminum og samfélaginu að þú ert með fólk sem að verður undir heimskerfinu inn í stjórnkerfi heima fyrir og jafnvel á heimsvísu einmitt sko, eins og fólki á Gaza í dag. Að þetta svona herti mína afstöðu í því að vera reyna að beita mig fyrir það sem geti ekki beitt sér sjálf, að vera rödd fyrir þá röddlausu, af því að ég kem úr slíkum hóp að vissu leyti, en svo sér maður þegar maður kynir sér málin og skoðar söguna að það þurfa að verða miklar breytingar í heiminum. Núverandi kerfið sem við höfum er ófullnægjandi og er að stefna okkur í hættulegar áttir og við þurfum félagslega réttlæti á heimsvísu því núverandi kerfi heldur niðri meirihluta mannkynsins í fátækt og örbirgð. Þannig að þetta er svona, þú hefur fyrirmyndirnar í þínum foreldrum sem eru öflug í alls konar félagsstarfi en þú raunverulega upplifir ákveðið áfall í gegnum þína fjölskyldu sem að veku þig til umhugsunar það býttu ég bý ekki í tryggum heimi þannig að þetta er svona dálítið ólíkt hvernig ykkur ber að og hvað með þína vini voru þínir vinir voru þeir farnir að hugsa pólitík á sama tíma þú? Nei, og ég hef nú verið kannski að svona íta því aðeim töluvert mikið í gegnum tíðina og með góðum undirtektum kannski sem mér tengi hér eins og Gunnar kannski að þeir verða stundum þreyttir á manni maður er svo upptekinn af þessu alltaf en það er þá kannski bara vegna þess að
ungt fólk vill oft fresta því að spá í pólitík fyrir en að skóinn kreppir. Er það ekki það? Og með margt annað einmitt, jú, að talaði að fólk vakni ekki fyrir en að skaðinni skeður, sem leiðilegt, en það er eitthvað sem við höfum séð gerast í mannkynssögunni aftur og aftur. Og hvernig eru viðtökurnar hjá þínum vinahóp? Nú ert þú svona róttækur og ferði í þetta fullum krafti. Hvernig... Þeir eru mjög ánægðir með mig og stoltir með mig svona almennt En hver er feimnin við að taka þátt í pólitík? Af hverju stafar feimnin heldur? Það er góð spurning, ég er ekki alveg með það á hreinu, en mig grunar að það sé eitthvað svona menningarleg bylgja sem búin að vera með einstaklingshyggjunni og svona að það er ótti við að taka skýra afstöðu, þú veist, að vera með skýra skoðanir og standa svolítið út með það að gera og svona mikil kaldhæðni skynja ég stundum einhvern veginn sem að snýst held ég það einmitt að ótti við að standa út og ótti við að standa á sínu og sinni samfæringu en þetta eru bara getgátur, ég veit það ekki. En Sóli, sko, þegar þú heyrir hérna sessunautuð eina að ræða þetta, sérð þú einhver tilgang með því að láta til sín taka í jarðlífinu? Þú ert 17 ára, öll ævin er framundan hjá þér. Heldur það að skipta einhverju máli hvort þú skrifar grein í blöðið á internetið eða Facebook-færslu eða setur eitthvað á Instagram óréttlæti eða réttlæti eða eitthvað svoleiðis? Hvar ert þú stemd í svona þeim efnum? Ég meina, ég held að það skipti miklu máli bara út af tækninni, sko. Ef ég myndi skrifa í, sko, Moggan eitthvað svona, það er örugglega helmingi færri sem myndi sjá það heldur en og engin jafnaldrar þínir. Nei, en ég meina, já. En upplifir þú það að fólk á þínum aldrei sé eitthvað byrjað að spá í stjórnmál? Já, svona, nokkri vinir mínir, sko. Ég á svona sérstakann hópa af vinum, einhvern veginn svona ekki normi eins og í dag. Þetta svona úlingarnir eru svo skiptir í dag, það er hægt að flokka það bara niður, sko. Og svona minn vinahópi gæti ég sagt að er svona við erum mjög mikið að pæla í hlutum eins og til dæmis okkar kynslóð. Við sitjum stundum saman og erum bara hvað er hægt að gera til þess að bjarga okkar kynslóð bara næstum Bjarga okkur frá hverju það? Ég bara bjarga okkur frá tækninni. Við erum sjálfsagt hrædd við þetta, sko, þótt að við séum föst í þessu. Já, einmitt. En þið kunnið þá heldur ekki, en er ekki máli að setja sjálfum sér mörk þá? Jú, nákvæmlega. En voru það ekki við sem áttum að setja þeim mörk? Nei, nú eru þau að verða fullorðin. Þetta þarf maður líka, maður þarf líka að bera ábyrgð svolítið á sig sjálf. Þú ert búin að venja einhvern við, bara algjört frelsi og sé einhverja hömlur, þá er frekar erfitt að... En þú heyrir, þau sjálf eru að hugsa það, að hvernig þau eigi að svona losna undan þessu. Já, þetta minnir mig á hérna, eitt barnið mitt segir að kynslóð þeirra sé svo hérna ofdekraðasta frá upphafi en líka svo sem að hefur verið vanrækt mest. Já. Það er eitthvað til að hugsa en ekki? Þetta, sko, ég held að vissu leyti, sko, þegar maður elst upp á tíma hérna, Wild West internetsins, þar sem að einhvern veginn, maður gætt farið inn á netið og bara séð myndband að manni vera affattaru bara drepinn, reynilega. Maður gætt séð þetta ef maður bara vildi og foreldrarnir náttúrulega vissi ekkert endilega hvernig þetta internet virkaði, þannig að það var ekkert svona hömlur á því. En ég myndi pínu sjá það, sko, að ungi foreldrar í dag sem eru af þessari kynslóð, þau eru mikið strangari með sína fattari. Nei, við vitum við vitum hvað er að gerast, þannig að þú fær bara þetta, limited access og bara Og það er engin mýta að allir sem eru efst í tech-bransanum í dag í Silicon Valley, enginn þeirra leifir börnunum þeirra að fá snjallsíma fyrir þeir eru 14 eða 16 eða eitthvað svoleiðis. Þeir bara vita þetta eyðileggur. Heilinn það er kallað svona plasticity í heilanum. Hann er alltaf að móta nýjar tengingar. Þegar við gerum eitthvað þá verður það sterkara sem við vorum að gera og ef þú geymir að gera eitthvað í langan tíma þá fer það að hverfa burt, sko. Og eins með símann sérstaklega þegar fólk er svona ungt að bara þessi virkni, svona vissa svona heilastarfsemi sem er í gangi þegar þú ert í þessum græjum að þetta bindur sig fastar og fastar sérstaklega þegar þú ert með svona ungt fólk, þannig að það er klárlega auðvitað þannig að við verðum að taka ábyrgð á okkar eigin hegðun eins og við getum, breyta rétt, þú veist, reyna það, en svo á hinn bóginn þá einmitt ef að foreldrarnir bara og samfélagið
setur þetta upp svona og þú bara sem lítið barn, þá kemst ekki hjá því að verða bara háður þessum símum. En mér langar samt hérna ef ég má sko það kannski náðist ekki alveg að klára sko umræðefnið hvað væri best við að vera til í dag sem ungur Íslendingur. Að hérna, þú varst aðeins búin að svara frá þínum sjónarhóli en til dæmis ef ég spyr þig, hvað best við að vera ungur Íslendingur í dag? Sko ég held að sérstaklega það að vera ungur Íslendingur bara við erum með ákveðin forréttindastöðu að búa í þessu landi og maður bara, þegar maður tók nú smá svona félagsfræði söguna og sögu menntakerfisins í háskólanum bara árið 1900 þá voru við náttúrulega bara hvað með fátækustu þjóðum Evrópu og svo akkurat öld síðar þá voru komin í bara allt aðra stöðu og mesti ungbarnadauði í heimi hér öldum saman og ég veit ekki hvað og hvað, bara ekkert alls fyrir löngu, bara fyrir einu litlu korteri sko. Og ég meina það er ekki marga sko, afi minn hefur fæðist bara í allt annan veruleika í fljótunum í Skagafirði þar sem var bara engar samgöngur en þú veist, ég get haldið fjarfundi með hverjum sem og þú veist, við erum svo mikið meira svona náinn en samt fjarlæði líka af því að þetta svona, maður aldrei ein mann á í stórborg sko, sem maður segir þó að sé fullt af fólki í kringum en hvað hét hún fræga bókin Alone Together sem fjallar nú einna fyrst þetta vandamál en ég held líka sko ef maður hugsa sko ég held að sjá hvernig leti í því að fæðast núna af því að maður hugsa sko hvernig fyrir 50 árum ég ætlaði að leita einhverjum upplýsingum ég get ekki bara að fara í síman og how to bla 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 eða hvernig þetta, hvaða ár fæddist Júlíus Sesar og bara, þú veist, ég bara hugsa ég myndi ekki nenna því En ertu að segja að það sé kannski ákveðin hætta á að maður hafi það of gott? Kannski, en ég meina maður náttúrulega hugsa hvað það hindin fara þá fer náttúrulega allt í fjandans en ég held að það er svo erfitt að finna góðar upplýsingar mér finnst Google orðið bara svo mikið rusl leitavél sko að það er bara, þú veist, hún er ekki eins aðgengileg og góð og hún var, nú er þetta einhvern veginn bara lendir maður í hverri markaðs auglýsingagrefjunu og fætur annari, sko, einhvern veginn. Já, það eru bara pólitískar meðvitaðar skekkjur. Já, ég var að reyna að fara að kaupa mér aftur hérna Encyclopædiu Britannicu, öll 400 bindin og kannski gefur einhvern tíðan aftur þurfum að fara að fletta upp, en segðu mér, af því þið langar í pólitík, hvað svona brennur á þér? Algjörsokkar, það eru mentamálin það eru mentamálin, já en jú, bara byggðamálin maður svona, náttúrulega byggir allt út frá sinni reynslu, sko já. Að vera frá Króknum og náttúrulega sko, ég hef reynd að geta tekið kennarinn í fjarnámi á Króknum það er eitt af þessum fáu námum sem hægt er að vera í nokkurn veginn hvað sem er á landinu en ef þú vilt vera hagfræðingur þá þarftu að búa í Reykjavík eða nærliggjandi, sko það er, ég held að það sé eina sko, þú vilt vera hagfræðingur, ekki bara eitthvað svona með þá þarftu að gera það í Háskóla Íslands og þar er bara staðnám, ég búið það af einhverjum ástæðum ég skil nú ekki alveg, ég kannski skil að þú vilt vera skurðlæknir og getur ekki gert það hvar sem er, en maður endilega einhver fræðum það, hvað er svona merkilegt hagfræðina og fleira, sko og ákveðin jöfnuð, ég er með byggðamálin alltaf mikið mínum heila, alltaf Þannig ef þú fengir pólitískan framgang þá væri það svona, þá væri þú okkar maður af landsbyggðinni. Já, kannski. Eins og svo margir kannski í mínu flokk, en kannski ekki skrítið að framsóknarmaðurinn hugsa landsbyggðina. En Sóley, nú þú, hvað er best við að vera ungur Íslendingur í dag? 17 ára Íslendingur, mér skilst að saga þín, þú sért nú bara eiginlega lítið kraftaverk. Já. Kannski hægt að segja það. Er það ekki? Jú. Viltu deila þig með okkur? Já, ég sem sagt fæddist í Tógó, Vógan, sem er eitthvað lítið þorpanna og í Vestur-Afríku. Vestur-Afríku og ég sem sagt fannst af einhverjum strákum sem voru að veiða, svona einhverjum úlingum 14-17 og ég svona sem ég heyrti að ég flýt niður með einhverju á í svona böggul og inn í sef og þetta er bara beint úr biblíunni. Já, nákvæmlega og ég var líka kölluð mósetta, skilst mér í einhvern tíma á einhverju barnaheimili og ég þá fundin og farið með á lögreglustöð og það er gerð skýrsla en enginn kannast við þetta barn sem hafi fundist og
er ég sett á barnaheimili hjá nunnum, ef ég man rétt. Síðan þar er kona sem heitir Mirei og tekur með sér og hún hefði þá þekkt foreldra mína 2 árum áður sem að þá vissi að þeim langaði að ætla það. Mirei hringir þá og segir að það hefði fundist lítil stúlka sem að leita foreldra og svo bara mætt 9 mánuði seinna eitthvað svona. Þetta er svo ótrúlega saga. Varstu bara þá dagsgömmul þegar þú ert þarna borin út, getur maður sagt? Já, man það ekki. Það veit náttúrulega enginn. Nei, ég fætt sko á bilinu 30. mars til 3. apríl. Skilja, það er ekki vita einu sinni, en það var bara settu dagur er 2. apríl. Já. Mér veist þú að bara halda upp á alla 4 daga. Ég held það líka. En þú kemur frá þessum heimshluta hingað. Já. Og hvað er best við að vera þú í dag og vera 17 ára Íslendingur? Það er mjög mikið. Já. Segðu okkur alltaf bjarta í lífinu. Já, það er örugglega meira en flesti gætu ímyndað sér sem eru fæddir hérna á Íslandi, sko, því að ég hef alltaf bara sagt að ég sé Íslendingur sem að ég bara er. Sjálfsögðu. En samt, sko, það, þegar maður horfir svo aftur, eða þegar ég horfir svo aftur á mína einn sögu, þá sko, bara hugsanirnar sem koma, bara stöðuna sem ég gæti verið í, hefði ég ekki fengið að tækja, eða skilur, fengið að fá kominga. Það er bara, þessi forréttindi eru ótrúleg. Og ég held að sko, bara fólk líka, ekki bara krakkar, þurfa líka að fatta hversu ótrúlega heppin þau eru að fá að fæðast hér og bara í Evrópu og með þetta bara brilljant land sem þau bara fá hérna í hendunar, skilur. Það er bara ótrúlegt. Einhvern veginn, bara að fá að fæðast í svona góðu landi og það er svo krakkar líka þótt að, skilur, þau kvarta endalaust, ólengar og svona, en sko... Það er bara innbyggt. Já, en bara, til dæmis að kvarta undan alltaf bara, ég hata Ísland og ég þoli ekki þetta veður og bla bla bla, ég bara ímynda þér bara stöðuna sem þú ert bara ein heppnasta manneskja á jörðinni. Það er alveg rétt. Þetta er alveg rétt. Okkur, það er ekki svona innprentað inn í mann að iðka þakklæti. Nei, ekki mikið. Nei. Og kannski helst við sem höfum það sem best að við kunnum minnst að meta. Það er sláandir og skoða stundum sálfræði rannsóknir sem kom út og eru að mæla hamingju og svona. Það er ekki endilega, þú veist, fólk í New York eða fólk í upstate Manhattan sem er svona ágætlega efnað í Bandaríkjamenn sem er hamingjusamast heldur kannski fátækt fólk í Asíu, þú veist, sem að lifir ennþá í beinni tengslum við landið og þar leiðandi við samfélagið líka í kring. Þau eiga ekki marga dollara en þau hafa hvert annað og þau lifa í náttúrunni og bara svona líður almennt betur, sko. Já, eru ekki allar rannsóknir eins að þú þarft að hafa nóg? Þú mátt ekki, sko, vera svöng. Þú mátt ekki vera heimilislaus. Þú getur ekki orðið hamingjusöm ef þú býrð við svona rosalegt óöryggi. Jú, þannig að ef þú ert með grunnþarfinnar, þá er ekki endilega neinn hamingjumunur á hennu ríkustu í heiminum og bara þeim sem eiga nóg. Nei, en ég velti líka fyrir mig þegar það verið að taka þessar hamingjurannsóknir. Hvað er verið að meta? Að hverju er verið að spyrja? Af því að ef að það er sko, eða þetta eru hálfgerða markaðsrannsóknir, ertu ánægð með húsnæði sem þú býrð í, áttu nógu flottan bíl, getur þú farið nógu oft í frí og svo framvegis og framvegis. Þetta er ekki aðalatrið í lífinu, skilurðu. Alls ekki. En ef það verða, þá er náttúrulega verður óánægjustuðull mjög hár. Í hverju er hamingjan fólkin? Er hún fólkin í því að eiga risa hús, geta, þú veist, keypt allt sem þú vilt? Sko heimurinn er alltaf að segja okkur að hamingjan sé fólkin í því að við getum veitt okkur allt og átt allt og gert allt og verið allt og farið allt. Efnislegum gæðum. Í efnislegum gæðum. Það er engin umræðum dygðir í grunnskólakerfinu lengur. Nei, en ég meina... Það er engin andleg umræða í samfélagi. Nei, en ég meina... Hvorki ungu fólkinu öðru. Þú veist, ég held bara að ef við spyrðum bara alla manneskjur á jörðinni bara hvað er vildu, þá væri það bara frið, húsnæði, mat, vini, fjölskyldu. Ég held að einn stæðsta svona rannsókn á hamingju sem hefur verið var gerð frá Harvard háskóla yfir bara heilt æviskeið fólks, rosaleg rannsókn sem var unnin gríðarlega langan tíma, heila ævi.
og helstu niðurstöðunar voru einmitt þær að það vináttan og það félagslegu tengslin, það hvernig þér líður í samskiptum við þína nánustu sem að markaði helst hamingju hjá fólki og það sem ég var að vísa í að fólk sem lifir kannski í þessum svona gamaldags máta kannski hamingjusamara en það alls ekki, það eru svo aðrir, þú veist, þetta eiginlega lífsmáti sem bara að hverfa, þú veist, fólk í félagsauðurinn. Já, en fólk í undirokaða heiminum, svo kallað öðrum og þriðja heiminum, þú veist, það að vinna kannski í námum núna, við hræðileg skilyrði og svoleiðis. Og það ekki hamingjusamt fólk. Við ættum kannski að vera að markaðssetja og hugsa meira hlutina í veröldinni sem eru ókeypis, sem við getum gert án þess að einhvern veginn að kosta miklu til eða berast mikið á við að gera, eða hvað? Já, algjörlega, en það líka svolítið hættulegt sko, að þetta akkúrat það sem að rányrkju kapítalistarnir halda helst fram sko, þeir sem að eiga orðið 90% veraldarinnar og eru bara með hana í vinstri greip sér að þeir líka nota þetta verði ekkert að spája að hafi það rosalega vont að efnislega gæði eitthvað séu lítil, bara hugsið allt þetta, þannig að það ekkert einfalt í þessu. Nei. En sko ég veit það ekki, ég held að því ég var að kasta því fram á hann með skólakerfið að það ekki heimspeki, það ekki umræðum dygðir, það ekki trúarbragða kennsla lengur, eða fræðsla? Jú, það trúarbragðafræðsla. Það bara ekki kristinfræðsla, það bara trúarbragð. Og hvað er hún mikill hlutið á náminu? Ég man allavega ekki eftir hún að vera eitthvað svakalega mikil, en bara það náttúrulega margt sem þarf að fara yfir. Þetta undir samfélagsfræðinni, það svo margt sem var einhvern veginn svona svett undir hennar hatt samfélagsfræði þegar því var breytt 2000 og mann ekki einu svona hvað. En ég held að það sé alveg góða punktur sko með heimspekina, að það mætti alveg taka hann alltaf fyrir og inn í hann hægt að taka ýmislegt. En það líka sko hvað á að kenna í grunnskólum og það líka sko, við erum með allar upplýsingar í höndunum, við þurfum ekki að læra öll fjöll og allar ár eins og foreldrar mínir og þau skandalast alltaf við því þegar við erum eitthvað starf að gera. Nú notum við bara fjallaappið, grasaappið, blómaappið, sveppappið. Maður getur bara opnað sko Google Maps og sér þetta þessi bær og þetta og þú veist það náttúrulega helstu upplýsingalæsi og miðlalæsi sem önnur gerða læsi sem sko, alveg búið að aukast mikið finnst mér og ég held að þetta verði mest í náttúrulega fókusinn hingað til. Þetta ekki bara að lesa orð á blaði, þetta að geta metið hvaða upplýsingar. En þeir eru líka alveg frábærir einstaklingar, þeir eru svo flinki í alls konar aðstæðum sem uppkoma sem að mín kynslóð rennur alltaf á rassinn gagnvart. Við erum náttúrulega bara hræddir, brotnir, ruddar meir og minna, bara mín kynslóð. Og það þurfti svo mikla hörku, það þurfti svo óbúslega mikla vinnu, það þurfti svo oft að bíta á jaxlinn og bölva í hljóði og halda bara áfram og enginn til þess að ræða við nokkur vandamál, bara áfram og svo enda maður náttúrulega bara í þvílíku áfallastreitunni rétt fyrir 70 sko, að maður bara krassar og hvað var ég að gera allt mitt líf? Ég segi það nú ekki, en sem sagt það rosalega margar æskilegar menningar og félagslega breytingar sem hafa orðið á ykkar aldurshópi. Er það ekki? Deilur ekki þeirri tilfinningu með mér? Jú, ég held að mér langaði svo að spyrja það því að til dæmis eins og þið í ungum sósíalistum, eru þið í samstarfi við aðra svona skilda flokka út í heimi? Út í heimi erum við í samskiptum, hérna heima höfum við unnið með ungum Pírötum og þeim ungu í Framsókn og Samfylkingu og fleirar mótmæla. Ég meina, nenni ekki að redda þessu, þið unga kynslóðin í pólitíkinni, ég menn í alvörunni. En það eitt sem við kannski getum aðeins komið inn á að þetta svona, hvað maður að segja, dygðir og andlega heilsu og svona við allavega í ungum sósíalistum. Ég held að almennt ungt fólk sé svolítið upptekið aðeins í dag andlega heilsan en því miður að þá þessu oft beint í eitthvað svona farveg hjá þú veist, einhverjum net-influencerum sem að reyna að selja þér eitthvað endalaust, þeir bara að selja þér eitthvað og ekki að bjóða þér uppskrift sem að að fara raunverulega að veita held ég allavega svona góða andlega heilsu og það í raun byggir það samfélagslega, félagslega, þú gerir þetta ekki einn og þetta snýst ekki bara þig, þú veist, þín og þessir influencerar margir, sko, þú veist,
það talað hustle culture til dæmis, að það bara, þú getur orðið milljarðamæringur og hættu að segja við sjálfum að þú getur ekki orðið milljarðamæringur, þú veist, en raunin þetta, það, þú veist, í heimshagkerfinu eins og núna, þá bara eðli málsins samkvæmt verða bara örfáir sem verða það ríkir, þú veist, þannig að við erum svolítið upptekinn að þessu líka. Þeir verða líka ríkir á kostnað hinna, sem kannski verst. Það byggir á því arðránið, sko, en við ungu sósíalistum, við reynum svolítið að hjálpa hvert öðru andlega líka, þú veist, við viljum byggja upp eitthvað svona öðruvísi menningu sem ekki bara eitthvað svona materialist, efnislega velgengni eða stöðu, en við erum að reyna að byggja samfélag sem byggir á samkennd, kærleika og samstarfi. Og hvernig nærir maður andan? Hvernig nærir þú andan? Fer út í náttúruna? Nei, ég held að sé bara samskipti annað fólk. Já. Og þannig bara kíkja á pubin með félagunum, sko. Þó þurfi ekki alltaf að vera áfengi, sko. Ég held að myndi segja bara ég geng á Tindastól. Já, við verðum kannski aðeins betra formið, þá væri það örugglega gott. En ertu trúaður? Ekkert sérstaklega, sko. Nei. En þú hafnar ekki trú, eða? Nei, ég bara dálítið svona, kannski dálítið mikil miðjumaður, bara svona leitandi. Kannski. Mér er svo gott orðið að vera leitandi. Að vera leitandi. Nei, mér finnst ungt fólk vera svona mjög mikið að spá í andleg mál. Mér finnst það. Af því að það er mín teóría fyrir því er að af því að skólinn er ekki að næra þau. Nei, ég held að þau bara finni þetta hjá sig, ég held að það sé bara í öllu fólki að þurfa að finna einhverja andlega næringu og þau leita eftir, ég held að skólinn, ég man bara eftir kristinfræði í barnaskóla, mér fannst þetta ekki snúast neina andlega iðkun, þetta var bara eins og hver önnur ítróðsla með þessar biblíusögur og jú, það voru góða fyrir sinn hatt og ágæta dæmisögur og allt það, en þetta var ekki eins og maður sá allir ég og nú börn og líkur Reki og Sóley og sem voru til dæmis í leikskóla þar sem að þau voru látin hugleiða og verið í jóga og svona eitthvað svona til að finna frið með sjálfum sér, kyrra hugan og allt þetta og þetta má þetta gera með alls konar aðferðum. En mér finnst ungt fólk vera sko einmitt í hávaðanum og upplýsingóriðinu og öllum græjunum finnst mér þau vera að finna það að þau vilja finna sér einhverja leið til þess að svona kjarna sig og granda sig sko. Leita skjóli kannski. Já, í öllum þessum hávaða. Já, og bara rækta eitthvað sem að kostar ekkert. Einmitt. Skilurðu, mér finnst að hafa nef fyrir því umfram til dæmis okkar. Ég er sammála Bjarna með það væri gaman að fá meira af svona heimspeki og úr ýmsum svona trúarbragða hefðum einhverjar iðkun inn í skólana. Við erum með svo mikið til að byggja á spekingar í gegnum tíðina og hefðir sem að lifa ennþá á góðri ástæðu því að það er mikil viska fólkin í þessu, Aristóteles, grísku gæjarnir og allir og já, mikið kallar, þú veist, þannig var fortíðin, þú veist, en þetta er samt hugmyndir sem að eiga við, konfúsjanismi frá austrinu, daoismi og svo þetta það sem kemur seinna meir og ýmislegt í kristninni sem er æðislegt og svo framvegis. Ég held nefnilega þetta haldist í endur það sem þú varst að segja áðan, að fólk, svona vinir þínir, fólk væri kannski rakt við að halda sig með einhver prinsip, þora að segja skoðanir sínar og standa eitt jafnvel í mótlæti, þetta skiptir náttúrulega rosalega miklu máli til þess að, ég meina, fyrir ykkur sem framtíðar pólitíkusa að geta haft einhverjar hugsjónir sem snúast ekki bara ykkur, heldur snúast allara því það er jú starf stjórnmálamanna að vinna fyrir fjöldan og ef að þú kemst á þing sem framsóknarmaður þá ertu samt að vinna fyrir alla þjóðan, þú ert ekki bara vinna fyrir framsóknarmenn eða þá sem hafa kosið það, skilurðu, þannig ætti að vera. Ég fyllist eitthvað svo mikilli von, mér finnst að þið ung liðar hreyfingar þessara flokka, þið verði bara að redda þessu sko. Við náum betur saman en fullorðna fólki allavega held ég. Já, ég held mjög oft sko. Já, hvað segir þú með samstarfi aðra flokka, hvernig hefur það gengið? Sko, er það alþjóðlegt eða bara? Nei, ég er að tala um bara hérna heima. Bara hérna heima, það er ýmsir vettvangi þar sem maður hefur komið saman og var nú bara síðast helgina að það var á Gleðigangan, voru ungliðarhreyfingar stjórnmálaflokkana sem að labba alltaf saman í Gleðigöngunni og þú veist, gaman að geta komið öll saman. Svo erum við með sameiginlega vettvang eins og hjá Landssambandi ungmennafélaga, þar sem við erum öll aðilar og þar getum við rætt máli reynir samt að hafa pólitíkina að fara út úr því, en svona aðeins að taka það sem að við erum öll sammála, berjast fyrir réttindum ungs fólks og kosningaþátttöku og efla
ungdóminn, en svo einmitt kemur stundum eitthvað fyrir eins og einhver álíktanir sem svona, já, það fínt að taka breytina, eins og ég man við sátum nú í þessu húsi fyrir 2 árum, það var já, með blaðamenn. Það í yfirheyrslu á lögreglunni. Akkurat. Samherja málsins. Það voru fulltrúar frá, held ég, flestum unglingahreyfingum stjórnmálaflokka, en það eru ekki allir stjórnmálaflokkar með unglingahreyfingu. Sóley, vissir það væri til landssamband ungmennafélag? Nei. Það er pínu vandamáli okkar. Já, það er pínu vandamáli. Hvað, ef við ekki að fá að vita hvað er að gerast í þessum ungmennafélagum? Jú. Hérna nú aldeilis ungmenni fyrir þið til að uppfræða. Það skal fyrst að segja að þetta er ekki sama ÖMFÍ. Það er íþróttirnar, landssamband ungmennafélaga, þar eru svo sagt aðildafélög sem eru rekin af ungu fólki og fyrir ungt fólk. Og þar er meðal annars stjórnmála, unglingahreyfingar stjórnmálaflokkarna. Þar eru SHÍ háskólinn, þá er stofnendum þess að ágæta svona landsambands. Ég veit ekkert hvað SHÍ er. Stúdentarnir í Háskóla Íslands. Ok, já. Og Samfés er þarna og framhaldsskóla, nemendafélög framhaldsskólana, þau eru með sína, þannig þetta er allt sem að, ungt fólk er ekki bara, þetta er ekki eitthvað svona daycare fyrir börnin, þetta er ungt fólk með eitthvað fyrir ungt fólk. Það var æðislegt, fórum á, það var fundur hjá LUF fyrir þau í forsetakosningunum, kosningabaráttunni, og þá var búið að bjóða frambjóðendum að koma í pallborð og ræða saman og við unga fólki sem mættum að við byggum til spurningarnar saman áður en að frambjóðendurnir fóru á svið og það var mjög gaman. Þetta var, já. Þó að þetta miður ekki verið hægt að hafa, við vorum bara með heldur 4-5 efstu, en líka mjög stuttur tími í þessari kosningabaráttu, en þetta er mjög gott, gefur ungt fólk, bein áhrif, viðbúndi spurningar, en það er ekki eitthvað misgáðulega spurningar, fannst mér hjá mörgum miðlum, fréttaveitum, og svona eitthvað kannski dálítið loft. Eins og hjá okkur Steinunni og Ólínu í dag, mjög misgáðulega spurningar. Já, mér er alltaf lægi að spyrja misgáðulega spurningar, þá koma kannski. Þetta var ekki bara einhver uppáhaldsliturinn, þetta var hvað ætlað þú að gera fyrir ungt fólk, og það var alveg harka. En mér langar aðeins til þess að ég nefnilega, við ætluðum kannski að láta staðan í en mér finnst bara við þurfum að vera aðeins lengur. Er ykkur saman það? Að vera aðeins lengur saman? Bara endilega. Er það í lagi? Mér langar að halda þeim föngnum í allan dag. Það er bara svolítið þannig. En mér langar sem sagt til þess að ræða eitt, og það er það að á sama tíma og margt bendir til þess að við séum bara með bestu kynslóð, allra kynslóða hér inn í stúdíónu, og bara börn dags í dag og ungt fólk dags í dag sé betur heppnað heldur en nokkurt annað fólk í veröldinni. Það hefur fengið svo góða bjargir, mikla bjargir til þess að mennta sig, leita upplýsinga, það sé fordómalausara þrátt fyrir allt, á sama tíma og ég ger ekki lítið úr áskorunum sem þú varst að nefna, neteinelti og þessum samfélagsmiðla hryllingi líka með að segja og allt það. Á sama tíma og við erum með frábært fólk og erum við líka með svolítið uggvænlegri stöðu svona veraldlega fyrir, ef ég set mig ykkar spór, til dæmis það að eignast húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu er nánast óvinnandi vegur nema þið eigið moldríka foreldra sem gefið ykkur 50 eða 100 milljónir, allavega 10 eða 20, bara ok, gjör svo vel, 20 milljónir, það getur kannski komið þér af stað. Það er líka meiri barátta lífsbjargirnar sem felst í atvinnumálum, að þegar ég kláraði minn stúdent 1985 þá gátu mamma og pabbi sagt við mig, farðu nú í háskólabjössuminn og þú mútt fá gott starf, og það var þannig. Ég bara fékk gott starf ef ég hefði nefnt í háskóla og ef ég hefði nefnt að klára háskóla. Ég fór nú einhver aðra leið. En núna er það ekki þannig. Og mér langar að ræða svona bara ykkar framtíðarsýn. Þið hafið aðgangað öllum heiminum. Ég held að mér dettur alveg í huga að þú ætlir að sækja þér menntun utan Íslands. Já. En á sama tíma þá er svona, þú veist, húsnæðismálin svolítið erfitt að sjá það fyrir sér að þú kaupir þér íbúð í Reykjavík og bara ykkar sjónarhorn á þetta, ef við byrjum bara þér. Já, ég trúi að það sé rosalega erfitt að kaupa sér og leigja bara allt, mér bara allt er erfitt einhvern veginn í dag. Efnahagslegt. Já.
alveg svakalega og ég sé það líka bara til dæmis á vinum mínum sem okkar ólust upp í fátækt og sum ekki og að sjá til dæmis hvað þau eru þakklátt fyrir í dag, það gríðarlegu munur sem eru sko þakklátt að fá ný föt, sem eru þakklátt að því að þau pabbi keypti Range Rover eða nýjan bíl, þetta er bara þannig að stéttskiptingin er orðin mjög augljós, finnst þér? Rosalega. Meiri munur á milli hinna ríku og hinna. Svona aðstöðumunur. Já, og líka bara hjálpin sem fólk fær í dag, hún er svo mismunandi. Ég er alveg rosalega ódygru og ég er ekkert að fela það. Nei. Ég hef alltaf búið heima og ég held að bara þangað til ég fer í nám til Bandaríkjanna held ég mun alltaf bara búa heima með pappa eða mömmu. Og já, þannig líka að sjá hversu ofdygru við erum að fá að vera heima því að það voru ekkert allir sem að fengu að búa alltaf heima hjá sér og sem voru alltaf bara þú ert 18 og þá bara ertu farin, skilur, en ég get alveg sagt að Já, eða börn borguðu heim eins og það var kallað í gamla daga þegar þú varst búin með ákveðin hluta námsins. Eftir 16 var það ekki? Eftir 16 þá byrjuðu margir að borga heim, sko. En helst vildu foreldrarnir bara losna við okkur. Já. Lóttum bara vera sjálfstætt, 16 ára. En hvað segir þú um þetta? Sko, já, ég kemur út alltaf í forréttindastöðu, foreldrar mínir voru svona frekar í eldri kantinu, þeir eignast mig, ég er einkabarn, þannig að við komumst ágætlega inn á húsnæðismarkaðinn hér, bara pínu hugguleg lítil íbúð, kaupum líka á góðum tíma, þannig að ég ger grein fyrir því að ég er í mjög mikilvæg forréttindastöðu. Þú sem býrði í föðurhúsum? Þú býrði í föðurhúsum? Sko á Króknum, en svo keyptum við saman í Reykjavík þegar ég fór í námið, það er líka eitt, ef að þú ert utan á landi, vilt fara í nám, þá þarftu að koma þér einhvern veginn inn. Það er ekki ódýrasta leigan, ódýrasta kannski en hún er ekki ódýr leigan í stúdentaíbúðunum heldur, sko. Nei, en þú ert heppinn að eiga foreldra sem að gáta aðstoði. En ég ger mig grein fyrir því og kannski erfitt kannski að setja sér alltaf í sporin hjá öðru fólki, en Já, er það svo erfitt að ekki bara mjög auðvelt að setja sig í annarra spor? Kannski, en ég vil alltaf ekki segja það sé auðvelt, því þá hljómar eins og ég sé, já, svo auðvelt. Nei, sko, vegna þess að ég held að það sé okkur eðlilegt að setja okkur í annarra spor. Jafnvel að við höfum ekki lifað það, þá sjáum við það auðvitað þegar aðrir hafa það ekki eins gott og við. Ég held að sem mjög eðlilegt en kannski getur verið pínu erfitt. Svona maður kannski nær þessu 90% en alltaf þessi svona fattar ekki alveg akkurat, það er svona, maður getur ekki alltaf 100% en svona kannski ef maður reynir nógu mikið þá alveg fattar maður svo velur maður, ætlar maður að sjá það eða ætlar maður ekki að sjá það, ég held að þar liggi valið, sko, af því að aðstöðumunurinn er oft mjög greinilegur, ekki sagt. Já, algjörlega, en sko, eru þínir jafnaldrar að tala um þessa ógn sem fasteignamarkaðurinn er núna, þessa klikkuðu vexti Seðlabankans, bara þetta er bara að verða einhver forréttindi að eignast húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Jú, þú veist, maður heyrir þetta alveg að fólki í kringum mann sérstaklega kannski sem er að byrja að stofna fjölskyldu og er þetta er kannski ekki alveg ekki alveg ideal að koma inn í þetta umhverfi. Og er það ekki tækifæri fyrir landsbyggðina kannski þar? Fyrir landsbyggðina, af því þú varst að nefna byggðamálin á það? Eins og þegar ég ákveði að flytja hérna úr borginni, þá get ég selt mína litlu 50 fermetra íbúð og fengi bara mjög huggulegt einbýlishús, sko. En það er enda líka mjög hækkandi fasteignaverðið út á landi. Já, en er þetta alltaf mikið bil? Er þetta byrjað? Er ungt fólk og ykkar aldrei byrjað að flytja út á land? Því að ég nefnilega ég hef verið að skrifa svolítið mikið um ungt fólk sem flytur til útlanda. Og sumt er að hrekst til útlanda en getur verið að ungt fólk sé líka bara að flytja út á land, bara á hérna íslensku landsbyggð? Ég held ekki að það ég held sko það sem ég kalla stór höfuðborgarsvæði og þá tek ég það sko Akranes, Selfoss og Hveragerði og bara þetta eru stór. Það er mikið, risastór, þetta er náttúrulega höfuðborgarsvæði og svo bara hérna, en þú veist þar sem að fólk getur verið að vinna í borginni og margir sem er að vinna í borginni að búa á Akranesi eða Selfossi og maður sé miklu uppbyggingu þar, sérstaklega Selfoss og líka bara Reykjanes skæin, sko, í heild sinni.
og ég held að það sé bara... Hann er náttúrulega svolítið shaky þessa dagana. Jú, reyndar, það er rétt. Maður er ekki alveg að fara að kaupa sér hús í Grindavík, ekki alveg núna. Nei, ekki núna. Það getur verið tækifæri í þessu fyrir Framsóknarflokkina því þið sækið nú yfirleitt meira fylgi til landsbyggðanna heldur en til höfuðborgarsvæðisins. Bara allir Reykvíkingar fluttir út á land, nauðungarflutningum af því þeir eru ekki efnaði eða húsnaði höfuðborgarsvæðinu. Fleiri atkvæði á Framsóknarflokknum. Það var einhver með sólspeki sko að lausnin við húsnæðisvanda Reykjavíkurborgar væri að hætta að byggja og fólk þyrfti bara að flytja út á land. Já, ég meina, það er náttúrulega... En það þurfa náttúrulega að vera tækifæri þar og atvinna og þú veist, meira en bara það að vinna í sko landbúnaði, fiskvinnslu eða í þjónustu gera. Já, en við veitum það líka að nú munu tölvur leysa ýmis svona white collar störf á hólmi bara mjög hratt og örugglega miklu hraðar en við gerum okkur grein fyrir og þá þóna að fara að hugsa hvað á maður að fara að búa til, hvernig á maður þá að vinna fyrir sér, sko, verkafólk, það mun halda áfram að þurfa að þræla en það kemur þarna örugglega svolítið stór hópur fólk sem að verður allt í einu óþarfur og hvað þarf þá að gera, þá þarf að fara að skapa eitthvað fyrir það fólk og kannski sittur uppi með nám sem að er allt í einu orðið óþarft. Það eru stórar áskoranir framöndan og svona sjálfvirknivæðingin að við erum bara í þessu kapitaliska kerfi að það verður bara í einhverja ógöngur sko. En svo á móti kemur að ef við myndum ná að greiða úr þessu betur að þá væntanlega ættu allir að geta unnið minna og fengi meira fyrirvinnuna og aukin hagsæld út frá því sko. En er þetta, eins og í þínum vinahóp og í kringum þig, er þetta, hvernig er staðan á fólki? Er hún allavegana eða eru allir að reyna að kaupa? Nokkur komið með hús sem hafa verið að safna sér lengi og komist inn svona kannski rétt fyrir COVID og reyndar á ég enga vini sem er að flytja til landsbyggðarinnar en ég á nokkra vini sem að búa á landsbyggðinu og vilja koma hingað en geta það ekki af því að það er of dýrt en svo einmitt þó nokkuð fólk sem að kaupa sér á Hveragerði eða Akranesi einmitt líka. Já, svona í jaðrinum á vill hafa stutt í borgina og Ætti þetta ekki að vera baráttumál ungs stjórnmálafólks að leigu- og húsnæðismarkaðurinn sé ekki svona rosalega erfiður fyrir ungt fólk? Algjörlega. Ég meina, mér finnst að þið ætti að vera einhverjum svona sérsamningum, skilurðu, umfram alla aðra. Getið þið ekki verið sammála um það? Getið þið ekki fengið súsarana með ykkur í það? Að reyna að búa til... Örugglega ekki, við þurfum óhagnaðardrifin leigufélög og byggingafélög hjá henni opinbera að byggja upp ódýrt, byggja hratt, vel, örugglega og leigja út á kostnaðarverði. Það þarf ekki að vera flókið. Einu sinni held ég að hafi verið óskrifaður samfélagssáttmáli um þetta. Að fólk opnaði húsnæðið sitt fyrir námsfólki, lét að borga mjög litla leigu. Og gaf þeim að borða oft og eitthvað svoleiðis. Þetta er náttúrulega bara farið. Maður heyrir þetta pínu með svona, ef það er einhver fjölskylduvinur eða frændi eða eitthvað sem maður þekkir hérna í borginni og kemur út á landi, fær að vera hérna í aukaherberginu eða einhver íbúð, sko. Já, það er ennþá svo. En maður þarf að vera með einhverja tengingu, sko, tengingu, algjörlega og þetta er ekki, maður þarf að vera heppinn. Í ömurlegu stjórnmálaástandi þurfum við þá kannski bara borgararnir að taka okkur saman og fara að búa til einhverja svona byltingu, tökum á móti stúdentum. Það er eina sem hefur nokkuð tíman virkað eins og Frederick Douglass sagði að valdið gefur ekkert eftir án kröfu og við verðum að ná því fram. Byltinga sinna í Íslands eða bara láta eins og finna upp einhverja leið til þess að komast hjá þessu eða vinna gegn þessu á einhvern annan hátt. Eins og staðan er núna ef alltaf hægt að stofna samvinnufélög eða óhagnaðardrifin byggingafélög eins og Bjarg-Fæstendafélag óhagnaðardrifið að reyna að fá lóðir, það fær ekki lóðir, lóðirnar eru alltaf látna ganga á svona markaðsverði þegar þú gætir veitt lóðir bara sveitafélög og ríki nánast frítt til óhagnaðardrifna félaga. Það var frábært. En ég held að þetta sé að breytast. Ég held við séum komin yfir það versta í því sem ég kalla rányrkju kapítalisma. Og ég held við séum aftur á leiðin inn í samhygðina og inn í félagshyggjuna. Og ég held að þið, unga fólki, þið munið meðal annars taka nóts af því að í bók sem er ekki komin út, kemur út eftir nokkra vikur, það er til dæmis Kolbeinn Stefánsson, sonur Stefáns Ólafssonar, hagfræðings, að lýsa því hvernig gagnagreining sýnir að ungt fólk 25 til 34 ára að þar hafi orðið mjög neikvæð þróun
árin 2002 til 2020 lágtekju hlutfall þessa hóps hafi hækkað mikið. Þetta þýðir á mannamáli að ungt fólk að dragast hratt aftur úr. Þetta sá veruleiki sem blasir við ykkur og þið viljið gera eitthvað í því. En á sama tíma þá ert þú, ef ég skil þig rétt, þú ert á leiðinni í mögulega sérhæft tónlistanám út í heimi. Já. Þar sem að þú færir stærsta draum þinn uppfylltan. Já. Það er samtíminn. Hann þessi þversögn. Hann þessi paradox að þið eru bæði með öll tækifæri en svo líka með svo skert tækifæri með okkur sem vorum undan ykkur. Er það ekki? Jú, maður þarf nú samt alveg að berjast fyrir sínu ennþá í dag þótt að maður fá allt upp í hendurnar líka á sama tíma. Heldur betur. Það má ekki held ég missa sig mikið í einmitt svona samanburði, við erum bara að hugsa á Íslandi hvað þurfum að gera, hvað best að gera, þú veist, fyrir okkur sem þjóð og samfélag og svona umheiminum líka. Ekki endilega bera mikið saman við fortíðina og eitthvað svoleiðis, heldur bara að hugsa hvað þurfum að gera núna. En söguskilningur lykillinn að ákveðinni þekkingu. Algjörlega. Mér hlakkar til að heyri Stefán Ólafssyni að tala munin á milli kynslóðana ef hann kemur Kolbeinn Stefánsson, sonur sem í Íslandi. En þú varst að tala forréttindin sem að felast í því að hafa fengið að alast hérna upp en svo hefur líka reynt að vera svona krækiberi í helvíti í hinnum stóra heimi. Já. Og hvernig var það? Ég veit að þú varst í Bandaríkjunum í sumar og þarna ertu allt í einu komin í ringiðu með kannski afburðakrökkum allstaðar á úr heiminum. Já, það ótrúlegt hvað við erum einangruð hérna. Það bara scary. Að fara til Bandaríkja, þetta eins og önnur jörð fyrir mér. Ég hef alltaf verið hérna, 17 af 17 árum. Að fara bara einhvert annað, að sjá bara menninguna, skilur annars staðar. Að sjá skilur fleira fólk, að sjá bara fjölbreytileikan. Það bara á flugvellinu þegar ég lendi. Það var bara, þetta var alveg furðulegt. Ég bara... En fannst þið svona til smæðarðinnar kannski öðruvísi heldur það hefur nokk tíma fundið áður? Eða leiðin eins og þú væri komin heim? Þetta ég var mjög róleg. Mér fannst þetta ekki óþægilegt. Nei, og þetta var heldur ekki yfirþyrmandi. Þetta var alltaf í lagi. Og það eitthvað sem ég held að fólk þarf að fatta hérna á Íslandi, að það í lagi að sjá fjölbreytileika og það í lagi að við skemmumst ekkert við það. Nei, nema síður sé. Já, það eitthvað sem að þarf að negla inn í hausinn á rosalega mörgum og sérstaklega úlingum, þar sem eins og skilur það bara endalausi fordómar í úlingum og líka gagnvart útlendingum. Já, það sé ég bara, þau fela þetta einu sinni ekki, sko. Það bara, þau segja bara það sem ég finnst og það bara, það svo leiðilegt að sjá þetta en sko, maður þarf ekki að vera hræddur við þetta líka fólk og þótt að við séum eitthvað einangruð einhverju eyju þýðir ekki að við séum betri en aðrir. Skilur, allir voru brosandi, allir voru hjálpsamir þarna úti. Já. Það ekkert að þessu. Ekki fordómar og hatur alltaf bara hræðsla í grunninn? Jú, alltaf. Já. Bara Söguskoðun Íslands sýnir að allar okkar helstu umbætur þær komað utan. Það var fólk, það voru útlendingar sem komu hingað og komu auga á tækifærin. Hvort sem við erum að tala síldina norður fyrir Siglufirði eða hvað við erum að ræða, alltaf verður þetta útlendingar. Og stórt Íslendingar sem fóru út og komu svo tilbaka. Og Íslendingar sem fara út og komu tilbaka. Það er svo merkileg sem þú segir. Þetta ennþá þannig að jafnvel 17 ára fólk trúi því að Ísland sé með lausnir sem útlendin séu ekki með og hér sé bara betra að vera en í öðrum löndum og við erum að miða allt við Ísland. Ertu að segja það? Það svona, já, svona meira og minna. Þetta ég veit það, þetta furðulegt. Og í allir hnattvæðingunni og tæknibreytingunni. Sko, sem að úlinga, ég hef lent í samræðum sem eru bara eitthvað svona að Jesús, erum við bara að hleypa öllum inn í þetta land, eitthvað svona. Og ég bara, býtu, hvað að? Þetta skilja allir að loka landamærunum eða skilja af hverju þessi, ég bara vil komast að því af hverju fólk svona hrætt
Því að það ekkert annað sem að kemur í veg fyrir þetta. Þetta bara hræðsla. Skilur, fordómar eru hræðsla. Þetta allt hræðsla. Já, og skortur á upplýsingu líka. Líka það, alveg 100%. Skrítin og óvinnaleg þróun. The Economist greindi frá þessu rannsókn sem sýnir nokkur ríki svona af hinum iðnvæddari ríkjum að ungt fólk, að stelpur og strákar að þróast mjög ólíkar áttir pólitískt. Strákarnir að fara mun meira til hægri og stelpurna til vinstri. Og í Suður Kóreu þetta hvergi dramatískara en þar, sko. Hvað skýrir þetta? Það góð spurning, ég bara veit það hreinlega ekki alveg, sko. Það eitthvað. Ég held að snúist mikið einmitt einangrun. Að ungir strákar kannski sem bara hafa ekki kynnst fjölbreytileikanum og svo verið að ala á ótta ýmsar fylkingar í samfélaginu, valda stéttir vilja ala á ótta gagnvart innflytjendum, gagnvart útlendingum múslimum sérstaklega núna búið að vera lengi og þau þekki ekki múslima kannski, þau þekki ekki Já, ég meina, þú veist, það verið að leika sér með mannkynið, með hræðsluáráði og egna samfélagshópum saman, það náttúrulega bara alveg augljóst. Mér langar svo að spyrja ykkur að rosastóri spurningu. Já. Ef þú fengir það verkefni að leysa ýmsa vanda veraldar, á hverju myndir þú byrja? Á hverju myndi ég byrja? Og þú fengir að segja okkur hinnum fyrir verkum. Hvað væri brýnast? Góð spurning. Þetta mjög stór spurning. Hún ekki lítil. Nei, alls ekki lítil. Og það ekki til neitt rétt eða rangt, þau bara að leika okkur. Á hverju ættum við að byrja? Sko, ég held að svona aðeins áfram með þetta, sko. Ég held að sé bara það að skilja fólk, sko. Sína skilning. Ég held að ef þetta náunga kærleikurinn sem finnst nú í öllum trúarbrögðum af því að það eitthvað til í þessu, sko. Og það hefur pínu vandamál eins og nefnir, sko, hvernig kynin að fara. Ég held að þetta sé pínu, sko, eins og netinu frábært. Þá líka þarna eins og Andrew Tate og eitthvað svona incel-kultúr, sko, það sem bara, já, konur, þetta nú bara eitthvað annað, sko. Og ungir kallar sem veit ekki hvernig alvöru karlmennska lítur út af því alvöru karlmennska bara að vera ánægð, bara líða vel í sínu skilni og geta að elska náungan hreinlega á þau, sko. Hver með skilgreiningavaldið? Hver með skilgreiningavaldið, sko. Ég segi það, sko. Og bara ef allir einhvern veginn myndu sína meiri skilning til hvers annars, taka, þú veist, ekki alltaf vera já, nei, heyrðu, þessi, hann nú örugglega svona, af því að hann þetta A, þá hlýtur hann að B. Manneskjan svo flókin, sko. Vinur minn sagði daginn, sko, stóra verkefni í lífinu, það bara að leyfa öðru fólki að vera eins og það er. Já, dálítið eins og Tim Walz. Við ekki reyna að breyta því. En núna, fyrir ekki, að segja, var að fórseta efni Kamala Harris, sko. Nú akkurat þetta kóti út mér, sko. Já, svona cirka mind your own goddamn business, sko. Já, það hans hugmyndafræði. Nákvæmlega, getum við hægt að pæla svona mikið í öðru. Já, og ef eins og í Bandaríkjum, þú vilt ekki fara í fóstureyðingu, þá það þitt mál. En ekki, þú veist, ef nágræðin ætlar að gera það, þá það þeirra mál. Mér finnst bara svo galið þessi hugmyndu, við hugsaum það, að mannréttindi séu yfirleitt í höndum stjórnvalda. Mannréttindi bara mannréttindi, bara manneskjan fæðist, punktur. Hún hefur bara rétt á því að vera bara hver sem hún er. Svo alltaf stjórnvöld að taka af mann, skerða mannréttindi, veita þau, þetta er bara hugsunarvilla. Það bara að afnema þetta. En þú? Ég með þrennt einmitt, bara til að taka undir þetta. Fyrsta eitthvað svona held ég andlegt, það að einhvern veginn að rækta tengsla milli okkar, það þú veist, við þurfum að geta milli kynslóða. Milli kynslóða, milli heimshluta og svo framvegis. Og svo annað að afnema neitunarvaldið úr öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Og þriðja að útskýrðu það af hverju? Svo að þjóðir heimsins geti á lýðræðislegum vettvangi í gegnum öryggisráðið, kosið inn fulltrúa þar eða það verður einhvern veginn ráðstafað og svo taka á stórum málum. Ætti þá bara að vera einfaldur meirihluti sem að Já, eða 2/3 eða það eru ýmsar útfærslur á þessu, það eru hugmyndir þetta Suður Afrika. Það er ekki að flytja Sameinuðu þjóðirnar frá Bandaríkjunum eitthvað annað. Það væri gott líka. Hefur ekki að stofna bara nýjar Sameinuðu þjóðir hér? En það raunar kannski bara að gerast einmitt, að það að verða til nýjar svona alþjóðlegar stofnanir. Við tölum Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, sko. En í raun, þú veist, þegar þú hlustar á þjóðirnar eins og í Suður Afríku, Rússland og Kína, að þau segja, þú veist, að við þurfum okkar eigin banka, og þau eru núna stofna sin eigin alþjóðabanka. Þannig að það þessi þrjú atriði einhvern veginn þurfa að rækta
tengsl á milli hvers annars, við þurfum að brjóta einokunarvald á öryggisvæðinu svo að þetta komi í veg fyrir stóra styrjaldir og svo þurfum við að stuðla að sameiginlegri efnaðislegri framþróun alls heimsins, ekki einokun vestræns kapítals sem búin að vera. Kína og Bandaríkinu taka höndum saman í því verkefni? Það verður það besta í heimi. Já, var ekki Kína að biðja heiminum að fara ekki að stefna öll í óefni og heimstyrjöld? Er ekki Kína að ganga fram með friðarbóðskap núna? Jú. Þau tala alltaf þannig mjög skynsamlega. Já, og þá rís upp fólk og segir Kínverjar, hvað veit að þeir frið? Nei, ég meina... Og ekkert stórveldi fullkomið, höfum það alveg á hreinu. Nei, nákvæmlega, það enginn að segja það. En Kína hefur ekki farið í stríð í 40 ár og í sínum skilabóðum á alþjóðum vettfangi þá eru þau alltaf mjög skýr. Og mann er ekki rétt að Kína gat tekið heiminn fyrir 1500 ára, þeir sá ekki pointið með því. Jú, það sagt einmitt að þeir höfðu rísum leggja allan heiminn undir sig en þeir voru bara á það þroskuðum stað þeir hafði getað tekið Filippseyjar og Indonésiu og eitthvað en gerði það ekki en það er kannski líka bara tengt kínverskri menningu að þetta er miðkonungsríkið sem er bara Kína þannig að þau fara ekkert víðar og ég er aftur með svona einhverja draumóra því að sko mannkynið, þetta er svo ótrúlegu fjöldi sko miðað við svo ráðamenn veraldarinnar og ef að alþjóðastofnanir ef það funkar ekki, ef það er ekki lengur að sinna manneskjunum á jörðinni, þá er við manneskjunum bara að reka þessi alþjóða fyrirtæki, við verðum þá bara að stofna ný samtök þar sem við viljum vinna einhvern veginn öðruvísi, láta bara eins og þau sé ekki til að byrja með og bara einhvern veginn treysta böndin. Í staðan fyrir að treysta í einhverju blindni á það að þetta muni einhvern tíma virka, þegar við sjáum að margt er alls ekki að virka. Og við vitum Fyrst þetta galin hugmynd? Já, Viltu ekki stofna nýjar Sameinuðu þjóðir? Ég hef bara hugsað að hún hefur nú áður verið reynd að stofna Sameinuðu þjóðir hérna eftir fyrri heimsstyrjöldina og það gekk svona ljómandi vel að það man enginn hvað það hét League of Nations. Akkurat, ok, við man allan einhver hvað hét en hérna Takk fyrir að vera vitið í hópnum hérna núna. En þú veist, það við séum með Sameinuðu þjóðirnar er bara ákveðið afrek þó svo að það sé hægt að gagnrýna þær mikið sko hversu affektívar þær eru og hvort það sé nú kannski bara einhver sirkus en við erum allavega með smáfattaru er ekki það komið grunnur sem er þá frekar hægt að byggja á heldur en að fara sko næstu lóðu hliðina og reyna að byggja upp á nýtt Það er eins með Sameinuðu þjóðirnar eins og bara eiginlega allar aðrar stofnanir mannkyns nú stundir að þær glíma við ýmsa bresti, erfiðleika og þverrandi traust og það er að góðri ástæðu en hérna hver myndið þú vilja breyta helst? Bara það er mjög margt já, ég er regla bara að geta skafa skilninga milli allra og hætta þessum ótta að skilur þessi þarna sé hættulegur að því hann lítur svona út eða hugsa svona og skilur það er einhvern veginn finnst mér vera main road af vandamálinu að dæma fólk hvort sem það hugsa svona eða lítið svona út bara að dæma mér finnst við bara þurfum að hætta það því að þá einhvern veginn ég held að þá við gætum bara sest niður og talað í sameiningu skilur ef ég bara myndi hætta að vera hrædd við þig af því að þú skilur með stutt hár og þú sýtt eitthvað ég veit það ekki skilur bara að þurrka þessa ímynd úr hausnum á okkur væri bara örugglega besta sem geti bara komið fyrir heiminn og kannski það við þurfum ekki alltaf að vera alveg sammála nei, það alls ekki það væri, skilur það er eins og að taka út persónuleika skilur allir þurfa að hafa einhvern persónuleika það er heldur ekki að hafa það nút að hafa persónuleika já, vera hver þið eru en Steinu Nólina höfum við rétt til þess að móðga hvert annað sko mér finnst bara það er bara hluta því að vera til að geta tekið við móðgunum og þetta snýst líka það hver maður skiluru, fólk getur kallað mig öllum illum nöfnum sko, jú, viðbragði kannski ego, ekki svona sárnar kannski aðeins svona til að byrja með ef þetta er eitthvað bara eitthvað ljótt orð eða eitthvað svona þá get ég nú bara hrista að mig ef ég er höfð fyrir rangri sök þá er það öðruvísi þá kemur tilhneiging til þess að maður vilji einhvern veginn standa fyrir máli sínu, fá að verja sig
En já, við verðum að geta gert grín hvort öðru, við verðum að geta móðga hvert annað stundum á þess að það maður sæti útskúfun fyrir sko. Sérstaklega samspil. Sko, er hægt að móðga einhvern? Er það ekki bara þú getur móðgast? Er það ekki frekar það? Jú, nákvæmlega. Þú leifir öðrum að móðga þig. Það er bara eins og þegar maður reiðist við einhvern, þá hefur maður látið hegðun einhvers annars gera það verkum að maður verður brjálaður. Þetta er nefnilega líka einhver spurning sjálfsábyrgð. Þú veist, þú hittir manneski sem að öskrar á þig eitthvað, bara búin til eitthvað dæmi, þá ræður þú náttúrulega hvort þú ætlar að svara í sömu mynd eða bara leyfa þessari mannesku að blása og sitja bara í þessum blæstri sjálf og þú veist, þú ræður hvað þú ætlar að láta þetta hafa mikil áhrif á þig. En svona eins og, ég get alveg sagt það eins og unglingar þegar að öll kynslóðin minni tekin, ég man ekki, ég held þetta sé Gen Z, er það ekki, 1997 til 2012, já. Og þá er til dæmis sagt, skilur, þið kunni ekki að lesa. Og ég, skilur, ég var alveg móðgast þegar einhver segir, skilur, vá hvað þið standið ykkur illa í þessu og þessu og þessu. En þá ert að segja þetta við mig og kannski ég er búin að vera að æfa mig og ég er búin að taka mig á persónulega. Og þá er einhvern veginn verið að segja eins og öll kynslóðin mér sé glötu. En skilur, það eru samt alveg vissir einstaklingar sem að skilur, þá þú bara lítið, þetta er bara fordóma fullt gamalt fólki. Menn þetta var líka sagt fyrir okkur, þessi unga, sjá þetta unga fólk og sjá þessa ungu kynslóð. Þetta er bara eitthvað mas í gömlu fólki. Skiptir engu máli. Nei, já. Oft á tíma, þú getur segið blöðum frá 1850, þú veist, þá var verið að kvarta yfir unga fólkinu og bara, þetta var aldrei aftur gott. Svona var þetta ekki í mína tíð, við gerðum ekki svona eins og þið. Já, ég get alveg kvarta undir, sko. Þessar alhæfingar eru náttúrulega hluti af þessu flokkunarkerfi sem að við notumst alltaf við til þess að reyna að geta talað alveg ofboðslega flókin fyrirbrigði þannig að það nálgist einhvern skilning. Allt sem við höfum sagt hér í dag er ekki sannleikurinn. Það er 1/1000 af flækjustíginu sem við erum að reyna að ræða. En hérna, það sem er þó kannski skiljanlegt við alhæfingarnar, eins og þegar við erum að tala einhvern ákveðin aldur, unga fólki, gamla fólki, er að við erum að reyna að flokka þennan hóp, bera hann sama við annan. Já, þetta er náttúrulega líka bara stjórnunar, þetta er bara einhver svona rosalegu vilji til þess að stjórna, vera að segja ungu fólki að hvernig það sé, að það eigi að vera einhvern öðru sig, að það hefur verið eitthvað betra í gamla dag, þetta er einhver svona vilji til þess að vilji til að hafa áhrif. Var einhver að spyrja mig hvað mér finnst ungt fólk? Nei, á ég ekki bara að halda þig fyrir mig hvað mér finnst. Ok, en þegar þú segir þetta... Verður ekki bara að leyfa öllum að gangi gegnum sína karmísku leið með sínum villum og öllu því, sko. Og það ekki kannski tengist það líka smá að svona ungt fólk fær fyrirmyndir og það er ekkert hægt að stjórna því hverjar þær fyrirmyndir verða. Það er bara eitthvað sem kemur frá unga fólkinu og það unga fólki hlusta kannski mun frekar á fyrirmyndinar en að hlusta bara á eitthvað tuðandi gaman kall. En það er nú ansi bratt hjá foreldrunum að ætla að tala niður til barnanna sinna á þessum tímum. Vegna þess að harði diskurinn hjá 10 ára barni, það er búið að hlaða meira inn á hann heldur en hjá nýræðum bárdælingi fyrir tíma internetsins. Meira upplýsingum. Þannig að það eru mjög góðan líka. Með fullri virðingu fyrir nýræðum bárdælingum. Með fullri virðingu fyrir bárdælingum, frændum mínum Suðurþingeyingum og nágrönnum mínum í Mývatnssveitinni. Að hérna, þetta eru svo ofboðslega margt sem ungt fólk veit, sem við sem eldri erum vitum ekki. Ég ber mjög mikla virðingu fyrir visku ungs fólks. En á sama tíma ber ég líka virðingu fyrir því að við leitum aftur í tíman að söguskilningi og séum endalaust að taka brotaði besta frá öllum tímum. Þetta er held ég frekar bara sorgleg þróun er að við einhvern gamla fólkið og yngra fólkið þau eru ekki eins mikið í tengslum og var áður að því að í gamla fólkið er með reynsluna og unga fólkið er með nýju fersku heilana. Sko. En er þetta spjall ekki til þess að breyta því? Eldri borgarar hér að ræða við 17 ára gamalt fólk að allar kynslóðir komnar. Ég er nú ekki eldri borgar. Mér finnst það reyndar alveg sem að ég fer til dæmis í bíltúra með yngri frænda mínu með eitthvað svona og hann líka rosa mikið í skjá og eitthvað svona og ég líka. En sko svona munurinn á okkur ég get alveg sagt já Skógarfoss skilur hann bara svona eitthvað svona ég veit ekki þá er ég bara svona eru þau hægt að var mér kennt þetta sagði pabbi mér þetta eða var ég alveg í skólanum skilur þetta er svona mér finnst þetta líka vera svona pínu
Og segir þú þá við Lísa frænda þinn, veist ekki að þetta er Skógarfoss-drengur? Þá bara, ég segi það auðvitað, skamman pínu fyrir að vita ekki og svo en svo fer ég að hugsa, þetta eitthvað sem að ég las, skilur, af því ég hafði, skilur, gaman eða af því ég hafði mér fannst þetta fróðlegt eða var þetta eitthvað sem var tróðið onni mér sem barn og ég bara man eða ég skilur það hlæja fólki líka þegar það er að spurja og það er svona, veistu þetta ekki? Þú veist, nei, hann veit ekki mér finnst verra að vita hvað fossar heita og mér finnst verra að vita hvað hlutirnir heita af því að þegar það er komið eitthvað heiti á það þá er það svona, já, þetta er Skógafoss og þá er eins og ég gefið því engan gaum þá er eins og það sé búið að taka frá mér sko undrunina, gagnvart fjallinu, fossinum eða hverju því sem það er. Þannig að hérna ég er alls ekki góð í svona, en og mér finnst að auka á getu mína til þess að njóta hluta í umhverfinu og rífast við með þetta yfirli. Ert þú manneskjan sem að ef þú labbar upp á fjall og þú fer gönguslóða ert þú manneskjan sem að leggur meira upp úr því að fara einhverja óvissu leið tilbaka sem er ekki alveg víst að þú komist? Nei, mér eða stika það gönguleið? Nei, ég er ekkert fyrir það að feta hættuslóðir. Nei, ok. En mér finnst bara það að vera út í náttúrunni, mér finnst bara gaman að sjá eftir hverju tek ég. Já. Hvað er það sem fangar huga minn? Þetta er bara einhvers konar hugleiðsla líka. Ég er nefnilega búin að eyðileggja margar gönguferðir fyrir mér og konunni minni þegar mig fyrir langað til þess að fara út í óvissuna. Út af þessu undri sem þú varst að nefna og, í sambandi við nafngiftir. Að sko, hið ófyrirsjáanlega er svo mikið undur. Og það uppgötar sjálfur, sko. Já, og kannski finnst manni að með ungt fólk í dag að við séum ekki alveg nógu dugleg til þess að koma þeim í aðstæður þar sem allir upplifa undrið að vera til. Ég held að séu með þetta bara allt í fingrunum á sér, sko. Þau eru alltaf, ég meina, krakkarnir mínir, jafnaldra þínir, þau eru alltaf að benda á mér eitthvað alveg gaggala góð sem að mér hefur aldrei dottið í huga að skoða, sko. Já, ég hef ekki svona miklar áhyggjur að þessari tölvu og símanótkun. Já, það er svona mér finnst ungt fólk vera á eðlilegri hraða með við hraða heimsins. Grímur Atlason með Geðhjálp, hann segir að þetta sé bara langmesta böl samtímans. Það er að bregðast við en þetta þarf ekki að vera alls slæmt. Það eru jákvæðar hliðar á þessu. Þetta er ekki svona kostir við þetta líka. En ég sé til dæmis að mínir krakkar þau líka hvíla sig á þessu, sko. Og svona, og það er bara svona sjálfsbrottið, sko. Mér finnst líka bara mjög áhugavert sem kom fram hjá þér, var það ekki? Að yngri foreldrar, þeir eru farin að skammta minni skjáti. Við munum læra á þetta. Já, samfélagslega getur við tekið á því þannig bara að besta leiðin kannski. Að fólk bara tilengi sér það að börni ekkert að vera með snjallsíma fyrir 15 ára, 16, þú veist, allavega. Já, og nú er ungt fólk líka farið að sjá þessar upplýsingar að rata til þeirra sjálfra. Þetta er kannski ekki gott fyrir heilann í mér að vera að gera þetta. Já, svona því meira sem þú ert í skjánum, því meira fattar þú hversu þetta illa fyrir mann, skilu, og sest niður klukkan 12 og stendur upp klukkan 3. Það er ekki gott. Þú lokkar við bara nánast. Og þá skilur, þá leggur maður síma frá sér og hugsa, hvað er ég búin að vera að gera við helminginn af deginum mínum? Ég hef alveg lendið því oft, sko, og þá bara skilur síman eftir heima og labba alla ægisíðuna eitthvað. Og eitt vandamál er að þetta er hannað til þess að gera það. Það eru það sem þið hámarka og reyna að gera sem mest. Við gætum hannað þetta á annan hátt, sko. En þetta er bara líka, sko, að eins og skilur 10 ára krakkar í dag geti ekki hort á heila bíómynd af því að þau eru til dæmis með TikTok sem er bara 15 sekúndur og bara skrolla á næsta, þú ert ekki með athyglisbann í 15 sekúndur. Hvernig hefur hort á barnamyndir nútímans? Þær eru náttúrulega svo ömulega lélegar. Já, þú getur líka láta horfa á Harry Potter eða eitthvað. Það sé ekki bara verið að búið til nógu gott efni. Er það vegna þess að það má ekki... Nei, en þú getur líka hort á hvað sem er. Er það vegna þess að sko viðburðirnir sem voru skrifaðir inn í handritin hérna áður fyrr, þeir flokkast núna undir eitthvað sem er orðið bara no, þú verður að fletja allt út? Ég veit ekki, mér finnst þá sjaldan sem ég sé barnaefni nú orðið sem að kemur nú reynda fyrir, þá finnst mér svona, hvað ég að segja, það er orðið svona mjög politically correct, dálítið útvatnað, lítil átök, miklu minna drama og það er einmitt, krakkar hafa mjög gaman að því að þenja tilfinningarna sínar yfir alls konar dramatískum hlutum, sko. Einmitt, og 100 manns búin að lesa yfir og segja nei, það getur engin hópur samfélagsins móðgast yfir þessu handriti. Þetta er móðgunarlaus bíómynd og þá jafnframt er hún líka orðin þrautleiðileg. Einmitt. Það er ekki gott. Það er svona allir reyna að vera hressandi, þetta er hressandi greining.
En verðum við ekki að fara að hætta þessu þú þessi búið að vera gaman? Sko, það er svo gaman að tala við ykkur. Já. Frábært, sko. Og sömuleiðis, það er skemmtilegt spjall. Já. Gaman að koma. Og ég held að við eigum að vera með meiri bara svona umræðu líka. Já. Þar sem við leyfum okkur að hugsa hlutina á þess að vera alltaf með rétt eða röng svör. Það bara samtali skiptir svo miklu máli, sko. En af því að þú komst svona með titilinn á þetta sem við höfum verið að reyna að gera í dag, að ungir hafa orðið, ef ekki að... Hafa þau ekkert komið í stað? Er ég búin að bladra allan tíma? Þetta er bara að segja mér það. Sumir kynna nú að segja að við höfum verið full frek til fjörsins sjálf. Já, okay. Ég veit það ekki, en það er nú bara eitthvað í okkar eða. Það þykir mér ekki allavega. Ok, mjög skemmtilegt spjall. Það er gott að heyra. En af því að sko, mér fannst þetta fara vel að stað, eigum þá ekki bara að halda þessu áfram og ef ekki að skoða hérna aðstæður bara ungra Íslendinga í fleiri innslugum núna á næstu dögum? Jú, ég held að við eigum að tala minna þau og meira við þau. Já. Ég held að það sé algjörlega málið, sko. Og margar spurningar. Vegna þess að ég treysti ekki öllum þessum könnunum. Ég vil bara best að hlusta á það úr kjafti ljónsins, þó það sé 17 ára. Eða 20 ára eða 30 ára. Já, það er svona eins og fólk treysti ekki alveg krökkum að þeir eru krakkar. Nei. Það er svona eins og ég var að tala, ég fór einhvern tímann í eitthvað viðtal með Katrínu Jak rasisma. Og þá var svona, já, við erum með nefndir og þá veit ég veit alveg að þetta eru 50 ára gamlir hvítir kallar að tala rasisma, skilur, það er ekki örugglega ein litur manneskja við borðið. Já, fullt af það bara meikar ekki sens. Já, 50 hvítum kettlingum. Já. Það eru ekkert skárri heldur en Nei, þú skilur ætlar að tækla rasisma, þú getur ekki haft hvíta Íslendinga við borðið sem að getur ekki einu sinni sett í spor, skilur. Þannig er ég ósammálaður, Sóley. Ég er ósammálaður því að fólk get ekki sett sig í spor. En þeir með ekki vera einir að ræða þessa hluti. Já. Það verður að tala við fólk sem þekkir hlutina á eigin skynja, eigin raun. En þetta að við manneskjurnar getum ekki sett okkur í annarra spor, það er bara bull. Hún tekur alltaf þessa ræði í hverju þættinu. Þetta er mjög mikilvægt. Þess að við megum ekki útiloka bara velvilja fólk frá borðinu. Af því það er fullt af fólki sem er bara opið og tilbúið að læra og tilbúið að þú veist, uppfræðast hluti sem það kannski bara þekkir ekki persónulega sjálf. Það er bara eins og við getum sett okkur í spor fólks í bíómyndum, í skáldsögum og svo framvegis, skilurðu. Þannig að það þarf að kalla alla borðinu. Já, ég flokka alltaf svona skilning og setja sig í spor annarra sem tvennt ólíkt. Þannig ég geti sagt, sko, já, ég hef skilning á því sem þú ert að segja, en ég get ekki sett mig í spor. Skilur þú? Já, ég er ósammála. Þú getur sett þig í mín spor. Er það ekki rétt? Þú getur það. Ég er alveg viss um það. En þú myndir samt ekki alveg, þú getur ekki svona, þú getur ekki, við tökum bara íkdæmi eins og að þú værir að vinna í kóbaltnámi í Kongó, skilur. Þú getur sett í þessi spor, þú getur lesið hvernig þetta er, þú veist, en þú veist ekki hvernig það er. Ár eftir ár að vera föst í þessum sporum, þú nærði því ekki alveg, sko. Það er verra en þú heldur. Nei, en þú veist samt sem áður að þetta er viðbjóðslega hroðaleg líkamleg vinna og þú átt engan frítíma, þú átt ekkert frelsi, þú ferði ekkert að borða, þú getur skilið það að þarna er manneskja sem er beitt hræðilegu óréttlæti. Og með því að fara inn í það og skilja það, það á þér ekkert að vera sama, þér er ekkert sama. Klárlega ekki, nei. Það er bara, annað er ómannlegt í raun. Eða þá ert þú búin að einhvern veginn að ýta þessu fólki í einhvern hóp sem að má ómannesku vaða. Já. Það mannlega er að tengja á... Sko, mannkynið verður að standa saman núna og það gerum við með því að hlusta hvert á annað og ekki útiloka hvert annað frá umræðinni. Ef að ég segi eitthvað sem varðar þann þjóðfélagshóp sem þú tilheyrir og ég hef rangt fyrir mér, ef þú ætlar að segja bara útiloka þig frá umræðinu, þú mátt ekkert koma hérna inn, þá förum við ekki neitt, skilurðu. Þú getur eins og sagt við mig, veistu Steina, þetta er ekki alveg svona. Og þá verð ég bara að segja, ok, segðu mig hvernig þetta er og þá get ég skilið þig og þá get ég skilið og hægt að tala með raskatinu ef ég hef verið að gera það alla morgunin í þessum leikþætti sem við erum að tala hérna á milli okkar, skilur við. En þetta er aðalatriði núna, að finnst mér að við útilokum ekki samtalið og segja bara þessi hópur verður að ræða þetta og þessi hópur að ræða þetta. Við verðum að sameinast að skilja hvert annað og ég held að við höfum það, af því við erum dýrið sem hefur ímyndunaraflið. En er það ekki einmitt Sóley þegar þú einhver nefnd á að vinna gegn rasisma og kortleggja rasismanna og svo eru bara eiginlega
með dekkri heyrund en við flest hérna inni sem að sitja í þeirri nefnd. Er það ekki svolítið, einmitt, það er ekki gott? Þetta já. Og auðvitað á að kalla inn, ekki bara fólki sem eru sérfræðingir, það á að kalla inn börn, fullorðna, fólk á öllum aldri sem að lifir í þessu samfélaginu okkar. Bárdalenga? Já, þú veist, þetta er kannski spurningum að sérfræðingarnir eigi ekki hafa enga rétt á því að skilgreina samfélagið okkar, heldur fólkið sjálft, sko. Já, heldur betur. Nú er ég búin að kjafta alltaf mikið, ég byrðist innilegra afsökur fyrir hönd, hvað bárdælinga. Þetta er málana, bara gaman. Ég átti að fá símtöl. Það var ekki góð símtöl frá bárdælingum. Má ég samt segja, eru þið ekki sammála mér að sérfræðingar sé að drepa allt, sko, sérfræðingarsamfélagið? Þarf ekki samtalið að vera opnari fyrir fleirum en bara sérfræðingar. Ég hrifin á svona hugtaki svona mentuð fíbl, educated fools, þú veist, það er fólk sem þú komst aðeins inn á dagann, Gunnar, að þú getur verið í kenningunni og í svona þjóríinu endalaust, sko, en svo þegar það kemur að því að vera á framlínunni, þú veist, sem stuðningsfulltrúi eða sem hitta þetta, að þá er raunin kannski aðeins önnur og oft er fólk, þessi sérfræðingar, með mikla þekkingu og svona nördadót, en þeir hafa ekki mikla reynslu um þetta að klástu hlutina beint. Því kannski eiga eftir að fara í fótspor annara, að komast þér í tengist þetta, sko. Já, en haldið ekki að stjórnmálin hefðu gott að því í staðin fyrir einmitt að það séu nefndir með hvítum köllum eða hvítum kellingum, að þau kölluðu inn dálítið þess að þjóðfélagshópa sem þeir þykjast vera berjast fyrir. Já, algjörlega. Ég held að þetta sé alveg gert af þessu leyti, en það er líka að það fyrir alltaf eftir, sko, hvort sérfræðingarnir hafa áhuga á því að, þú veist, bæta sig sem manneskja apparatur að lifa í þessu samfélagi og heyra ólíka skoðanir, eða hvort þeir eru bara tilbúin til að vera í einhverjum þægilegum sófa. Viðbótið skiptir miklu máli að þau koma með hroka og halda þér vita allt betur en þau. Þetta er bara hugafæri hjá sérfræðingum, held ég, sem skiptir máli, og það er, ég ætla alls ekki að segja allir sérfræðingar séu vondir. Nei, ég vann hjá svona sérfræðistofnun fyrir nokkrum árum og þar gekk allt og margt út á formið. Og þar gekk einmitt allt og margt út af það að þessi vann í sínu horni og annar var í öðru horni og þau 2 orð sem að mér finnst að við ættum að reyna að setja á dagskrá í íslensku samfélagi frá morgni til kvölds, alla daga ársins, líka hlaupár. Það eru inntak og samhengi. Orðin inntak og samhengi. Hvar er inntakið? Hvert er samhengið? Og þannig náum við að líma saman samfélagið okkar aftur upp á nýtt sem við höfum klofið í milljón parta með meðal annars þessu sérfræðingaveldi þar sem að hver og einn býr yfir mikilli þekkingu en hún er þröng og einskisverð ef hún er ekki sett í samhengi við aðra þekkingu, önnur sjónarmið og aðra fleti mannlífsins. Þannig að þú sem kennaranemi ég er mjög þakklátur að þú myndir setja inntak og samhengi á dagskrá inn í skólastofana í framtíðinni. Ég held að þetta sé mikið til í þessu, sko. En frábært að hitta ykkur Sóley og þú ert ekki að fara að læra eitthvað tónlistar? Hljómsveitarstjórnun. Þið langar að stjórna sinfóníu hljómsveit? Já. Er hægt að bara hugsa neitt? Er hægt að hugsa eitthvað sem er meira spennandi en það, segi ég? Það veit ég ekki. Ég er ekki með hana áhugamál. Mér finnst það geggjað. Mér finnst þetta svo flott. Ég hef séð Sóleyju stjórna í Hörpu. Já. Frábærlega. Er það ekki? Já, það var algjörlega magnað. Þetta er stórkostlegt. Þetta er stórkostlegt. Og þarna voru fleiri ungir hljómsveitarstjórar. Já. Og þetta er náttúrulega magnað starf að hafa heila hljómsveit og valdi sér sem að þarf að geta hljómað þó að séu margar raddir eins og ein rödd og mér finnst þetta bara alveg geggjað og náttúrulega ég fyrir hönd íslensku þjóðarinnar bind rosalega vonir við þig af því að þú hefur allt sem til þarf að bera og bara óskaðir góðs gengis. Ertu að fara út næsta vetur? Ég veit það ekki, ég er svona í ferlinn á því að drífa mig til Bandaríkjanna. Já, og þið langar að vera þar? Já, en mér langar, eða svona draumaskólinn er Sibeliusar Akademían í Finnlandi. Aha.
Og hvernig erfitt að komast þar inn? Hann erfiðasti bara í heiminum, Sibelius-akademíu. Já, þú ert ekkert að ráðast á garðinn þar sem hann lægstur. Nei. En hvað með kostnað? Það sko... Þetta dýrt líka? Þetta verulega dýrt nám. En ef þú lærðir í Finnlandi, hvernig væri það þá? Það öðruvísa því að þetta í Evrópu. Bandaríkin eru með aðra svona einhverja stefnu. En ég meina sko svona byrjunarskrefin, ég mjög sátt ef ég myndi fara út. Líka því ég frekar ung, þá byrja ég á góðum tíma bara. Og ég held að University of Michigan sé góður byrjunarpunktur til þess að efla mig upp í það að geta farið til Finnlands. Þegar ég var 17 ára sko, þá var það menningarsjokk fyrir mig að keyra frá Mývatnssveit til Húsavíkur. En hvað eru teknir margir í hljómsveitarstjórn í Sibelius-skólan? Ég hef ekki kynnt mér það, en það ekki margir. Og í Michigan, ég held að það bara verið 7. Já. Það mjög, þá hefur verið að pikka út svona hinn á þessa eiginleika hvort þú hafið það. Og verður það þá meira spennandi af því það er svo erfitt að komast þar inn, hugsanlega? Já, þetta drífur í huga, eða skilur, þetta setur pressu, en þetta samt góð pressa því þetta eitthvað sem þið langar að gera og þá hefur metnað og þá ætlar að drífa toppinn. Það ekkert annað. Þú ætlar ekkert að fara 89%, þú fær bara 100. Getur listin breytt heiminum? Já, ég held það. Já, á hvaða hátt? Ég trúi í þótt að það sé sko myndlist eða tónlist, bara ég held að það nái til flest allra einhvers staðar í heilanum. Þú sért að hlusta á þetta. Þá snertir þetta einhvers staðar og hvort þú sért að horfa á málverk í hljóði, bara einn inn í einhverjum sal, þá skilur sjóastu samt inn í myndina á einhvern hátt. Þannig ég held að já, þetta geti hjálpað mörgum og breytt miklu. Nærir hið andlega líf. Og Dostoevskí sagði að fegurð muni bjarga heiminum. Jú. Ég svolítið sammála honum. Og listin sko, af því þið hafið öll rætt mikilvægi þess að við reynum að skilja hvert annað. Kannski eru fá vopn mikilvægar en listin í að við skiljum hvert annað betur. Ekki listin, hún segir sögur og sögur hvernig við lærum annað fólk sko. Og listin kennir okkur líka á tilfinningarnar okkar. Segir það sko. Já. Það alltaf eitthvað að bak við listina. Og tónlistin sko, náttúrulega, ég veit ekki með ykkur, en tónlistin bara hefur svo óbúslega sterk áhrif á heilan og sálarlíf manns og bara hugmyndum manns heiminn. Fyrir mér þá tónlistin svona sterkasta listformið. Hún skapar mestu tilfinningarnar hjá mér. Auðvitað leiðin inn sko, einhvern veginn. Já, einmitt. Já. En ekki að koma að leikslokum hjá? Jú. Forréttindi að vera með ykkur. Kæra þakkir. Já, alveg ótrúlega gaman að hitta ykkur Karl Gunnars. Og svo við afkynum ykkur fyrir til dæmis útvarpslustendur sem eru stór hluti af okkar fólki. Þá hafa hér spjallað við okkur Steinunni Ólínu Þorsteinsdóttur Gunnar Ásgrímsson, 24 ára ritari Landssambands ungmennafélaga og kennaranemi, Karl Héðinn Kristjánsson sem 29 ára gamall og Sóley Gunnarsdóttir 17 ára listakona, tónlistarkona. Sóley Lóa Smáradóttir. Sóley Lóa, fyrirgeðu, ertu Smáradóttir? Já. Já, ég þá líka upp að þáttar. Já, afsakaðu. Nei, margir halda því að pabbi Gunnar Smári, en ég fekk Smáradóttir. Já, einmitt. Já, þú vilt frekar nota Smáranafni. Takk fyrir. Já, ég heiti Smára. Takk fyrir leiðréttið það. Ekki mál. Ég vona að pabbiðin reki mig ekki. Nei, fyrir að klúra þessu sem neipist á. Ég sé ef hann gerir það, þá bara þá það. Já, þá það. Sópi. Mitt ganga á hjartanu. Sera. En frábært að vera með ykkur, öllum kæri þakki fyrir komuna og við Steinun Ólína þökkum fyrir okkur í bíli hér í þessum kafla, en eins og Gunnar Smári Títtnendur segir sjálfur þá er komið að næsta kafla, hann er hér eftir andartak. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar
eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.